Velkomin aftur á Frelsi Tí eftir hlé. Það nú kannski bara ágætt að hafa svona tæknihlé annars slagið. Þetta til að henda gólimunum út. Já, við látum ekki einhverjar truflanir trufla okkur. Við höldum bara áfram og tökum hlé og Guðjón fór út með hundana og ég sótti fyllt á rauðvínsglasi hjá mér og svona. Og Salka ennþá byrjað. Já, einmitt. Já, ég held að sé út á vindinum, en mjög illa, hún einn af þessum hundum sem illa við flugvelda og skrítin hljóð. Já, einhverju flugveldar í gangi núna? Nei, hún bara, ég get læknað alla hunda af flugveldarveislu, nema Salku. Já, já. Ég fengi marga hunda til þess að fíla flugvelda, sem áður voru hræddir við það, nema Salku. Salka þarf alltaf að hafa hlutin á sitt í sínu höfði. Já, einmitt. Hún sérst feministu hundur. Feminismi er blekking. Já, þá er heilagur andi líka blekking. Já, já, og þá er allt blekking. En er blekkingin þá blekking? Blekkingin er hauga lygi. En að þú sér hvert efni djúpkáfana endar, það endar bara í þögn. og kyrrð, sko, það bara, við sitjum þöglir og kyrrir bara. Kyrrð þína eilífu vatna. Já, einmitt. En það er ekkert sem skiptir máli, sko, alheimurinn, ég var að segja þér þegar við vorum að hætta að ná hana. Sko, það er bara til tvennt sem að öll þekkingarleiti leiðir þig bara tveimur niðurstöðum. Alveg sama hvort þú er löngulegin eða stuttulegin. Já, og það er? Að Guð er kærleikur og tilgangur lífsins er gleði. Ok. Já, já. Allt annað er bara umræða. Byrju að Guð sé kærleikur og lífið sé gleði. Tilgangur lífsins sé gleði. Já, einmitt. Lífsgleði. En án lífsgleði deyr lífið. Já. Og það er alveg sama hvernig þú upplifir lífið, ef að það er engin kærleikur í þínu lífi, ekki einu sinni sjálfskærleikur, þá er ekki neitt tilgangur í að trúa á eitt eða neitt, engin ástæða til þess. Það er ekkert sem drífur þig áfram, það er ekkert sem hjúpar það góða í þínum hugsunarhætti eða þínum líkama sál. Og taktu vel eftir því ég nefndi Guð ekki á nafn, ég sagði ekki hvaða Guð. Nei, en ég held reyndar að ég tek svolítið eftir þessu í ég tek eftir þessu þegar ég er að tala eins og með er sálin blekking, allar þessar blekkingapælingar, að ég fæ svolítið þessi viðbrögð, er það bara ekki allt blekking, er ekki bara allt tómið eitt, og þetta fyrir mér er ákveðin svona varna viðbrögð við stjarfdáleiðslunni sem að ég er að vinna með, sko. Þetta eru fyrir mér merki disassociation, sko. Já, þetta sálfræðingurinn minn myndi hugsanlega, þessi sálfræðingur sem ég fór til síðast, myndi hugsanlega kalla þetta deflection. Já, ég þekki ekki það hugtak reyndar. En það var nýtt fyrir mér, sko, þegar hann notaði það fyrst. Hins vegar þegar ég er endanlega búin að loka þessum þýsis með fullnaðar vippbóni og sönnunum að sálin sé blekking, hvað ætla þá sálfræðingar að vinna við? Sko, það er annað, því ég var að hlusta og spjallið eitthvað Þórdísar í gær. Já. Ég reyndar misti af litlum hluta miðjuna. En því voru svo mikið að tala um sannleika, ég sofnaði. Já. En svo minnkaði sannleikshjalið og ég vaknaði aftur.
Hvað var það? Ég að fíblast. Er þetta gagnrýni? Nei, alls ekki. Ég hef búin að vera að bíða í viku eftir heyri þetta spjall, þetta var gott spjall. En já, hún djúp stelpan. Það var, hvað var hann aftur sem ég ætlaði að taka? Það var eitthvað sem kom að það fram. Komdu með sporið eftir? Það var þetta með að allt þá bara blekking og vörnin við stjarfdáleiðslunni. Nei, þetta kom og fór, ég næði ekki eftir. Það kemur það bara. En sko, það ekkert sem sko, þú finnur ekki hvað skiptir máli fyrir en allt hættir að skipta engu máli. Eða, truth sticks. Já, það náttúrulega sko, það náttúrulega gömul vísindi að ef þú ert með fullan kaffibolla þá þarftu að drekka hann og nú fyllir hann aftur af kaffi, sko. Mjög líklega. Og til þess að og ef þú ert með eitthvað svona gamalt kaffi sem byggir á lygum þá þarftu náttúrulega að tæma það og skóla og þvo áður en þú setur nýtt kaffi í, sko. Já. Og það kannski það sem að maður þessi blekkingasería mín snýst sko, eins og að öll réttindi séu blekkinga því að við höfum þau fyrir, sko. Og að sálin sé blekking, að útskýringar á ljósinu séu blekking, að það nokkuð drastískur þvottur á kaffibollanum, sko. Já, hann það og það mjög gott vegna þess að sko, mér finnst þetta skipta máli, en ég get ekki á nokkurn hátt sagt þér að þetta skipta máli. Mér finnst þetta skipta máli. Já. Og mér finnst mjög skemmtilegt að þetta svona dulbúna deila á milli mín og annara samsæringa allan upp á klakanum þetta með hvað chemtrails. Ég ekki að afneita chemtrails, ég veit að það eitthvað þarna í himninum, en ég veit ekki hvað það er. Já. En leið og ég segi, þetta en ekki hitt, þá ég farin að trúa því, þá þetta orðin trú. Og það í rauninni það sem ég að segja. Þú mátt segja hvað svo sem að þú vilt hvað þetta en þetta trú. Alveg sama hvort þetta contrail, chemtrail, vatnsgufa, eldsneytisdömp eða whatever. Þú veist ekki það. Þú ert ekki að uppi. Nei, en hins vegar, ef þú leggur saman tvær samsæriskenningar sem eru þetta chemtrail og eiturefni í bóluefnum, þá verður fólk að horfa til þess að sjúkdómar sem tengjast áleitrunum eru bara að skyrocketa, sko. Já, ég veit það, en það sem ég veit ef á bara berjast við þessa vindmyllu. Allir samsæringar eru Don Quixote. Það bara þannig. Já, ég kaupi það alveg og maður sér samsæringar sko opnast einn veruleiku fyrir þeim og þá eru þeir bara fastir þar. Já. Það eins og þú segir, þeir eiga þá 19 eftir, sko. Já. Og þar eru við algjörlega sammála, sko, en þetta pæl okkar hefur eiginlega skipst í tvær greinar að minnstakosti sem eru svona atburði dagsins, þetta það þetta lögregluríkis uppbygging og New World Order yfirtaka og allt þetta og svo bara hrein pjúra heims. Já, heyrðu, þetta alveg rosalegt. Nei, nú heyri ég þér. Ég kom með nýjan snúning á lögreglupælinu. Já. Sko, meitlararnir, af því í mínum huga meitlararnir baka allt þetta heldistraðsl. Já. Og ég ekkert að segja það út af neitt óskikju, heldur út af því að það eru þeir sem hafa bestu getuna til þess. Já, þeir eru bara í plain sight, sko. Það ekki eins og þau sé að fela sig mikið, sko. Nei, það samt stjörft áleiðsla að það sér þá enginn. Og alls konar lygar og annað og þeir eru með sína eigin það sem að Úlfar Þormóðsson kallar tilgátukenningar. Mér finnst það alveg frábært hjá honum því að hann þarna að gefa mér orð fyrir hlut sem að ég var að nota annað, sko, þeir væru með misdirection kenningar.
En hann kallar það tilgátukenningar, það mýst á fínt orð þegar hann. Og ég vil líka gefa honum þetta kredit vegna þess að sko, ég gerði nú myndband nýlega þess að ég var að benda á þetta, ég er sífellt meira sannfærður að Jóhannes Björn sé miklari. Það er mín skoðun. Ég er búinn að kaupa þá kenningu. Og ég líka tek fram að hvað ég ber mjög mikla virðingu fyrir þessu manni. Ég er ekki í stríði við miklarann, sko. Þú veist, falið vald gerði mjög góða hluti. En já, þú veist, ég nenni ekki nefnilega því sem fólk er svo hrifið á að fara, já, þessi þarna eða þessi þarna, ég nenni því ekki. Nei, en hins vegar núna eins og í þessu Ísraelsmáli sem að sprettur upp núna, já. Þá sérðu það hafa mjög margir meitlarar komið upp á dekk og ég er að sjá betur og betur því ég hef alltaf verið í þessum kristnu greinsum, sko. Að þessar kristnu kirkjur eru í raun meitlara stofnanir, sko. Já. Enda eigum við eftir að debunka frelsitífi, sko. Já, ég hef nú ekki fengið meitil í hausinn þá. En það er alltaf með hjálm. En við reynsum allan vindmyl og akkurinn fyrst, sko. Já. Fannst þér ekki flott myndin, Spy vs. Spy? Já, einmitt. Hún var nokkuð góð. Takk. Sko að já, ok, Fallivald. Sko, hann gefur út bókina 79, ef ég maður rétt. En hvaða ár kom út bókin hans Úlfars, Bræðrabönd? Ég veit ekki, man ekki. Ég man það ekki sjálfur, en ég vil ekki opna glugga minn megin, sko. Nei. Ég veit ekki, þú getur opna glugga og fletti upp, sko. Ég þorði ekki heldur, sko. Ég man ekki hvort það var 81-2. Já. Þú sér, það er bara 2-3 árum síðar, sko. En sú bók fer fram hjá öllum. Það er enginn að spá. En þá spyr ég aðra bók eftir Jóhannes Björn sem var mér gríðarleg inspiration sem er þessi skálkaði skjóli Hitler, sko. Ég sé hana bara sem follow-up á Fallivald. Já, en hann er að gefa svo rosalega mikið af upplýsingum þarna sem hann hefði ekki þurft að gefa upp, sko. Já, en hann gerir það á vissu skálkaskjóli, sko. Já. Sko, þarna í kringu 1980 þá eru menn búin að vita frá því kringu 1950 og það er alveg sama hvað þú kemur fram með af þessu tagi, það kaupir það enginn og trúir það enginn. Þetta fór bara framhjá algjörlega. Nei, þetta er, sko, Hitler er mjög stór mindspot, sko. Já. Hann coverar mikið ógeð, sko. Það sem ég er að gefa í skyn, sko, er að Úlfar er í rauninni, sko, að koma fram með alvöru samsæriskenningu og hann rökstyður hann alveg feikilega vel, alveg gríðarlega vel. Já, Úlfar er hann á lífi eða hvað? Já, ég hringdi hann og talaði hann í síma. Það væri gaman að fá hann í viðtal, sko. Ég varst þú að fá hann í viðtal, ég held að nota eiginlega ekki tölvur, nánast ekki neitt. Það senda hann einhverja græjur í póstum. Hann gaf mér hól, hann sagði ég leyfi engum að tala við mig lengur en 5 mínútur í GSM síma. Já. Við tölum saman ég held í hálftíma, sko. Já, ég veit. En málið er að hann sagði bara vera sensitífur fyrir Wi-Fi-bylgjunum, sko. Já. Nei, hann getur náttúrulega, hann þarf ekki Wi-Fi til að tala við mig í netinu, sko, eða við þig. Það var líka gaman að sjá hann tala við þig live, sko. Já, ég talaði bara við hann, það var hjá mér, sko, ég var búin að ætla mér þetta svolítið tíma því ég vildi vita hvort hann væri authentic. Já, einmitt. Eins og heyrir á sumum sem ég verið að segja bæði sumum póstum og í vídeo og myndafærið. Ég hef skrifað fullt af mönnum eins og ég hef skrifað Gilad Atzmon og ég hef skrifað Rabbi Shapiro og ég hef skrifað honum Imran Hussein og eins og þarna ég sagði í vídeón í morgun samsæris stjörnunum og ég hef alveg droppað línu á hina og þessa og líka hérlendis bara svona til að tekka hvers konar response ég fæ og svo les ég bara minn persónlega hátt úr response. Mér les ekki úr því hvort ég fæ response ekki. En segðu mér annað, með þetta Ísrael boykott dæmi núna, það er greinilegt að það er Fabian sem að hendir þessari sprengju út. Þetta er að gerast víðar á sama tíma.
Já, þetta þetta búið að vera að gerast alveg frá því síðasta sumar, sko. Það var í Kaliforníu til dæmis, það mætti fólk niður á höfn bara og hrakti skip með ísraelskum vörum í burtu, sko. Þeir þurftu bara að fara. Það gæti hafa verið test. Það gæti hafa verið bara, bara run test. Já, en þetta sko ongoing spin og þetta sko ég alveg með á hreinu að Fabian og Rand eru saman í þessu spinni. Já, Fabian og Rand eru synkronisir, sko. Já, þannig að ég ekki alveg búin að átta mig á spinninu, sko. Ég búin að því. Já, viltu típangja það í vídeo eða djúpkvæðan? Bara eins og þú vilt. Ég nefnilega byrjaði að gera vídeo á þetta í morgun þegar ég voru fætur. Já. Og ég hætti við það vegna þess að ég var í raunin að gera það reyna að búa til líkingamálum eins og með Whoist Religion sem í rauninni besta vídeóið mitt. Og að The Whoist Problem að ég sé mjög djúpt spinnana. Það takt eftir Corbyn í Bretlandi. Kosningin á Corbyn í Bretlandi núna í verkamannaflokknum, breska, mjög stórfurðuleg. Sko ADL, Anti-Defamation League og allir þessi Sionista Corporation, það til dæmis eins og í Bretlandi, það til dæmis The Conservative Friends of Israel, CFI, það til svipa í Bandaríkjunum. Þetta svona, þú veist, stjórnmálamenn í Tory-flokknum í Bretlandi, þeir eru allir í þetta CFI. Gilad Atzmon búin að fletta mjög mikið ofan að svona hlutum. En sko við vitum til þess með Tony Blair og allt þetta verkamannaflokks drullu sem að fór í Íraksstríðið og fleira. Við vitum að það svolítið merkilegt með Corbyn. Corbyn búin að vera mjög duglegur svona fríðaraktivisti. Hann hefur nánast viðurkennt að hún finnist að Tony Blair ætti að fara fyrir stríðsglæparéttarhöld. Hann hefur nánast viðurkennt það. En bara á mjög svona diplomatísku, pólitísku máli. Og maður sér alveg að þannig sést pólitíkus sem svolítið svona extreme left, en hann kann sitt fag, hann pólitíkus. Pólitíkus pólitíkus. Það sem að mér finnst því sem áhugavert, og það var Gilad Atzmon sem bent á þetta. Ég fylgist nefnilega með Gilad Atzmon, mjög vel. Hann stór merkild. Hann það sem ég kalla air-to-air missile. Hann air-to-air missile frá rabbinunum á sionisma. Þú sér það ekki fyrir hún fer virðulega djúpt ofan í hana. Hann rabbinist weapon. Hann benti á að Corbyn sko, það eru sumir sem álíta hann revisionisti. Ég hef ekki fundið neitt það hann sé það. En það ýmislegt sem bendir til þess að hann sé með allan svona revisionism tendensa. Já. Og það útilokað í iðnaðargettóinu að revisionisti fái pólitískt vægi. Og þannig þá vakna spurningar mér. Ef gaurinn greinilega með revisionist tendencies, á hverju fær hann þá að fara svona langt? Svo ég fer aðeins og skoða. Ég skoðaði bara 2 fréttaskot með svona það sem var verið að tala við analista. Og þar var bent á hversu hratt hann kom inn á sjónsviðið núna. Það var bara rétt fyrir kosningarnar sem hann bara kemur allt í henni í framboð, enginn hafði trú á honum, meira segja menn sem studdan sögðu, já ég studdan bara til að fá breytt í umræðina og svo bara allt í einu svona bara landslætt sigur. Og hann ekki einu sinni með þetta karisma sko, sem að drífur fólk með sér. Sko. En hann hefur sagt karisma, en þú veist, hann það greinilega eitthvað svona, já þetta var svona skrítin kosning. Á sama tíma kemur þetta, það var einhver jaðarmiðill að tala það að Bólivía væri að búa til eitthvað boykott á Ísrael. Svo kemur upp þetta með Reykjavíkurborgar boykott á Ísrael og það akkurat konan sem stendur fyrir því að fara út af borgarstjórn. Þannig að þó hún gerir þetta, þú þekkir með pólitíkus, það verður gríðarlega óvinsæll í heilt ár út af einhverju en af því hún að fara út af borðinu, þá allt í lagi fyrir hana þó hún fáir smá skilslettur næsta ári. Hún hvort að fara greinilega eitthvað annað. Svo kemur ljós að þetta það sem að gerast í borgarstjórn hermikráka eftir eitthvað sem að gerast í Kaupmannahöfn. Þannig konið 4 punktar og það segir mér, það fleiri punktar að gerast víðar og ég á bara eftir að sjá það og koma upp á yfirborðið og þá sé ég,
hvernig lítur þetta út í augum fólks sem að vakna til vitundar alla drulluna sem meitlara síónistarnir eru búin að vera að ausa upp. Getur fólk fara á tilfinninguna, hei, það er koma shift, það er awakening, shift. Og þetta heitir í mínum augum appropriation of the shift. Já, ég get verið mjög sammála þessu. Þetta eins og ég talaði við þig sko að þetta afl kynni sig sem snák og hefur alveg gert það frá því fyrir 60.000 árum þegar var talað hann í Gamla testamentinu. Að eins og ég benti þér á þá fer snákurinn úr hamnum sko. Og ég held að síðasta sumar hafi Ísrael tapað áróðustríðinu. Þeir hafa gjörsamlega, þeir rústuðu nafninu sínu með þessum... Nei, elskar mig góða, nei, þetta er blekking. Ja, byrju aðeins, leið mér að klára. Já. Að sko, þú veist að þeir hafa verið að kalla inn fólk til Ísrael og Holocaust er tengt þessu dæmi sko, þá bæði satanismannum og þessum kabali sko. Og mín kenning er sú að þetta séu hamskipti að næsta skref sé að njúka Ísrael sko. Það eru sko mörg ár síðan að allt ríkasta fólk í Rothschild er löngu farin frá Ísrael sko og allt hans havertask. Þú ætti benda bara líkt með það. Ég held að þeir vera ennþá með aðsetur. Nei, ég hef ekki mjög áreiðanlegar heimildi fyrir því en ég að setja þetta upp svona sem einhvers konar þýsis að þeir séu að þetta sé annað Holocaust setup. Já, þú veist mína skoðun á því. Þú veistu spádóminn frá í sumar. Skoðum með það náttúr. Og þetta var ekkert, ég var ekkert að hugsa þetta bara kom upp úr mér þegar ég var að skrifa og svo gerði ég vídeó þetta, ég kallaði þetta the prophecy of the real nuclear holocaust. Já, ég man eftir því sko en ég held að sko það er ljóst það er það mikil vakning eða hvað við viljum kalla þetta fyrirbæri að þeir eru að missa ákveðin tök sko. Þeir get ekki framkvæmt falskan fóna bara á 15 mínútum allir bara fannir að hlæja að það sko. Spinnið svolítið dýpra þetta í mínum augum sko að við þurfum átt þar sem ég sé og sérstaklega á bakvið þetta 4 punkta spinn sem ég talaði um áðan og sérstaklega í relationi við það sem að ég hef verið að fjalla hérna í sambandi við spádóminn alvöru holocaustið og sko það eru reynda mörg level á því vegna þess að Ísrael er foundað, það er byggt upp á plat-holocausti þannig að þeir í mystískum veruleika búa sér til alvöru holocaust in the waiting. Alveg eins og Ernst Sundell bent á, hann sagði sko eins og Bandaríkja stjórnvöld haga sér, þá eru þau að kalla yfir sig Weimar-lýðveldi yfir sig. Vegna þess að allt sem þeir gerðu gagnvart Þýskalandi og Japan í síðari heimsstyrjöldinni var lygi. Þeir eiga það bara í sínum örlögum og eru að byggja upp með áframhaldandi legaþvætningi og drullu að þeir eru að kalla yfir sig sín eigin Weimar örlög. Og þetta er mjög djúpt hjá Ernst Sundell að fara út við þetta og hann benti á þetta í viðtalinu sem heitir Israeli Journalist Interviews Ernst Sundell. Já, en ég held sko að fyrirgefðu. Nú slitnaði þessi á okkur. Guðjón. Ég meitlara skýmið. Ég misti síðustu setninguna, takk þann aftur. Meitlaraslímið vill fórna þessu fólki í alvöru holocaust. Já. Ég er alveg viss um það. En þeir vita það ekki sjálfur. En síónista höfuðpaurarnir, meitlararnir sem stjórna síónistunum, þeir ætla sér, það er til fólki í Ísrael sem ætla sér að rífa al-Aqsa-moskuna og byggja mustur í Salómons að nefn. Það er því meira sem ég skoða það, sögun á bakvið síónistaríkið, því meira sem ég sé hegðun þeirra og því meira sem ég sé hvernig bandaríska rottvælerhundinu með sigað á alla hugsanlega mótstöður í kringu þá sé ég þetta plan mjög skýrt. Þetta sé ég og ég veit að þetta er fleiri sem sjá þetta. En það sem að
og eins og ég útskýrði í The Secret of the Second Temple, ég droppaði svo fleiri stöðum held ég, að ég á þeirri skoðan að mustrið sem þeir byggðu eftir herleiðinguna í Babylon hafi verið líf. Þeir höfðu ekki spámannlegt leyfi til þess að gera þetta. Og þess vegna var það rifið aftur. Það var ekki út af einhverju sem gerðist í millitíðinni, þeir máttu aldrei byggja þetta mustrið. Þeir að reyna að gera aftur sama glæp gegn sínum spámannum. En það trúalegu veruleiki. Það sem ég bara henda þessu punktinum frá mér, bara setja hann fram, bara fyrir þá sem að þekkja þessu sögu að þetta sjónarhorn til. Það sem ég að segja að það fólk sem á bakvið uppbyggingun á Síonistaríkinu, sem trúir á þennan veruleika. Við ætlum að fá musterið, þegar musterið kemur, þá kemur okkar Messias, því þeir trúa því að þetta komi í samhliða og svo framvegis. En spádómur minn sá að þetta nuclear holocaust kemur ekki fyrr en þeir rífa Al-Aqsa. Þá kemur þessi spádómur kikkarinn inn. Og ég raunin að segja, láta sem flesta vita spádómnum, vegna þess að fólk sem býr þarna, sem hefur þekking á þessari sögu, að það borgar sig fyrir þetta fólk að hýpja sig á þessu svæði. Það í alvöru bráður í lífshættu. En ég sagði þér þetta djúpt í þokkunni. Það sem ég að sjá varðandi spinnið núna mjög clever plott. Mjög clever plott og það lítum á þetta þannig. Í 1950, basically, þegar NATO búið til og Síonistaríkið búið til, þetta alveg eins og þegar mýþræismin og gyðingar voru búinir til 325. Þetta nákvæmlega sama pæling. Þegar mýþræs breytist í kristna trú. Að það meitlararnir á bakvið þetta. Meitlararnir á bakvið NATO og Síonato. Og Síonista NATO. Þetta aftur sama duality í gangi. Og það sem að meitlararnir sjá að þarna plott sem að virkaði fyrir þá í 70 ár. Þeir eru tilbúinir að fara að fórna því og búa til nýtt. Það það sem ég að sjá. Já, þeir bjuggu þetta til. Þeir eru tilbúinir að henda þessu vegna þess að þeir sjá að fólk að byrja að sjá í gegnum þessu spuna, svo það komin tími til að búa til nýja spuna. Og þetta sér ekki hinn dálenda gólega. Hins vegar ef að þú ferð, ég held reyndar að meitlararnir gangi miklu, ég held að þeir dragi sig alveg aftur til Babylon, ég held að það sé sama entityð alveg aftur til Babylon, En hins vegar ef þú lest dokumentin þeirra og eitt af dokumentunum þeirra Biblían að hluta til, þegar þetta tókst ekki að fela alveg sannlega hugsunina þar, að þeir eru alltaf eins og í Biblíu, þá sér alltaf þeir að pæla í hafinu og alltaf þeir að gefa merki sitt að þá eru þeir að tala sem snáka í hafinu, mannhafinu. Þannig að allt líkingamálið að snýst að kontrollera hafið, og eins og við höfum talað stafinn hans Móse, að þegar hann slær það á mannhafið, að þá splittar það sér og hann getur labba bara með þessari hugmynd, labbar hann bara frjáls maður. Þetta ármiljanir labba frjálsar út. Öll þessi vísindi þeirra mannhafsfræði að stýra þessum straumum, að þú veist að þú getur ekki, við eigum erfitt með að kontrollera hafið, en við getum byggt varnargarða og við getum gert svona ákveðnar hluti sem tengjast hafinu, en við náum aldrei fullnað kontroll yfir öllu hafinu, Nei, og sama held ég að þeir sé að gera, þeim hefur mistekist eftir 9/11, þá fóru þeir algjörlega út af sporinu og það bara á leiðinni yfir á tsunami, Og þetta sem við erum að sjá, að þú sér bara fölsku fánuna, þetta eru ekki B-movie, þetta bara D-movie, Það svo mikil panik og þeir að reyna að fylla í, þeir að reyna að stoppa þetta tsunami, og slá stafnum og það virkar ekkert lengur, Já, þeir hafa ekki stafinn. Já, fyrir utan það að koma yfir á tsunami og þeir eru í gríðarlegri mikill örvæntingu og meira segja að þótt þeir myndu njúka 3 til 5 borgir í dag, það myndi staðfesta allt sem að gaurar eins og ég hef verið að segja til þess. Ég myndi fá það er allt lokað, það eru margir sem búin að afrita vídeo og fæla fleira slíkt,
Þannig að ef að þeir njúka 3, 4, 5 borgir, þá er það bara staðfesta spádóma sem að við predikararnir, eins og David Cameron kallar okkur, höfum sett fram. Já. Þannig að þeir eru, ég held að þetta meitlara veldi, það er hárrétt hjá þér, sko, þetta er meitlara, það er methodin í þessu, sko, að þeir eru bara, þeir munu hugsanlega bara drukkna, sko, og þurrkast út, sko. Sko þeir vita að það er búið að spá því að þeir meiri þurrkað út. Þeir vita það. En vita og vita ekki. Við höfum ekki gleyma því. Ég persónulega trúi því. Náttúrulega allt sem ég er að segja meitlara er bara byggt á innsæi. Og örfáum punktum sem hafa komið til mín í gegnum árin. Ég tekið fullt af punktum og tengt saman. Og ég er ekki að reyna það, sko. Þetta er bara, þú veist, síðan ég var krakki, þá bara koma punktar og ég geymi þá og svo allt í henni myndast heild, einhver mynd í þokunni. Og ég átta mig alveg á því að ég er að taka svolítið stórt upp í mig þegar ég er að tala það, sko. En ég átta mig líka á því að eins og þeir eru byggður upp, þá geta þær ekki svarað fyrir nettaði. Já, en ég held að þú sért nokkuð nálægt á raunveruleikanum þar, sko. En annað spinn í þessu íslenska spinni, sem að ég hef ekki komið fram með ennþá reyndar, en ég kannski hendi fram hérna, að hún hérna, hvað heit hún, Björk, sem kom fram með þessa tillögu. Ég man ekki hvað hún heitir. Nei, kettlingin sem kom fram með þetta, hún er gift hana lækni, Sveinhaug. Og sko, ég sé alltaf fyrir mér, ég var þetta búin að auglýsa eftir teiknara sem myndi, að því að sko, þessi drukknaði strákur þarna, dæmi, sko, það er Fabian, sko, ég var að auglýsa eftir teiknara sem myndi teikna David Cameron með strákin á bakinu eins og Fabian merkið, það sem er sko lamb utan úlf, sko. Já. Og sama er sko að hún hérna, þessi kettling held hún heiti Björk, eitthvað svo leiðis. Björk Vilhelmsdóttir, já, þeir eru með svo góða hlustendurnar, þeir eru alveg spótt. Er verið að hlusta á okkur? Já, og það er hérna, þetta eru öflugir bloggarar, en Björk Vilhelmsdóttir, sko, hún er búin að vera prima mótus í að byggja upp þetta velferðarsvið Reykjavíkurborgar, það sem að lögregluvaldið og þetta sem kassíarlendi og það allt sem að rennur saman í eitt. Hún er prima mótus í að byggja það upp og maðurinn hennar, Sveinhaugur, var í nefndinni þarna með Norðurdalnum að svifta fólk að því það einhver sagði að það væri geðveikt, sko. Já. Þannig að þú sér þessa tengingar þarna inn í lögregluríkið Ísland og ég sé fyrir mér, sko, að það ekki bara að horfa á chemtrails, það er bara tímasóna að expósa þetta. Ég leið mér að klára að hérna, ég sé fyrir mér aðra mynd, það sem að þau hjónin og þessi tenging við Palestínu, að þau eru að setja svona uppsprengt palestínsk börn yfir sig til þess að vera, það er lambið þeirra, sko. Eða lambfeldurinn sem að þau úlfarnir eru með, sko. Og hérna, sko, ef að þau hefðu einhverja pólitíska standarda, þá myndi Sveinhaugur ekki vinna með Norðdalingum, sko. Og þannig að þetta fólk er, eins og ég hef oft sagt áður, þetta fólk er allt sammála svona Elysium dæmi, sko. Að þau eru í Elysium og allir aðrir eru bara í sárri fátækt, sko. Og Björk til dæmis var að segja í viðtali á Vísi, ég er nú hálauna manneskja og ég borga 1,6 milljónir í skatta, getur ímynda hérna í einhverju Kópavogi eða eitthvað staðar sem hún býr. Það er nú bara fyrir einum örk eitthvað svoleiðis. En ég spurði það á móti, en heyrðu, hvað með öll launin? Veist, hvað ert þú að þvælast fyrir? Það var ekki bara að setja öll launin til þeirra sem hafa enga peninga. Já. Að sko þau eru á kafi í spunum og Palestína er notuð sem skinnið á úlfana, sko. Já. En hérna, þess ég ætla að, mér langaði nefnilega að koma inn á það því að manna með að ég átta mig alveg á því að þegar ég segi eitthvað meitlarna, ég er að koma með tilgátur. Það er allt tilgátur sem við erum að segja, við erum ekki með sannanir fyrir neinu, sko, bara switch. En samt furðulegt nokk, því meira sem ég hef farið inn á þessa svið, þá þeim meira gengur kapallinn að reka sig upp. Já, en þar erum við, sko, það er mjög gott að við erum fannar að nota meira orðið thesis, við erum að reyna að setja fram thesis kenningar, sko.
og svo erum við að reyna að leita að einhverjum punktum sem að passa inn í þann þýsis, sumir þýsis falla og aðrir lifa lengur sko. Og þetta er bara eitthvað sem í kjölsóinu og þess vegna finnst mér finnst ákveðið öryggi að vera inn í þessu því sem ég kalla mystískan veruleika, það gefur mér ákveðið svigrúm til að vinna með hluti. En það sem ég ætlaði að benda á að þegar ég gerði þarna myndbandu daginn á íslensku, þar sem ég var aftur ábendingu frá góðri konu sem er mjög dugleg á netinu að benda á góða hluti. Hún bendi mér á þetta með píratmítana. Þetta voru mikið snillt að ég bara varð að gefa þessu vídeó með myndum, en eitthvað sagði mér að tengja þetta við biblíuna og ég gaf tilkynningu í miðju vídeónu, núna fer ég í biblíuna, ef það ekki þinn tebolli þá bara, þú veist, píra, já. Þetta voru þannig sér 2 vídeó í einu, en þegar að ég fór í gegnum þetta var bara svona eitthvað sem rak mig áfram að fara í gegnum þetta og ég fór í gegnum Boðorðin 10 og þegar að Móse kemur með þau ofan á fjallinu og þá rek ég augun í þetta og les upp átt og ég dró svolítið sterka línu utan að strax á þetta Boðorðin 10 komu reglur hvernig altarið má vera. Og altarið átti að vera reist úr torfi og óhöggnu grjóti og ekki mátti bera meitil á grjótið. Já, einmitt. Og ég fengi komment, það voru fleiri sem hafa tekið eftir þessu og mér finnst þetta mjög gott að fólk hafi þetta í huga að meitlararnir urðu ekki til í Skotlandi árið 1650. Sko. Nei, þeir urðu til þeir eru frá Babylon og sennilega eldri konsept. Sko. Ég persónulega trúi því að þeir séu frá Egyptalandi, það er bara mín skoðun. Og mér er alveg sama hvort þeir eru frá þannig séð Egyptalandi eða Babylon, mér finnst það bara, þeir eru eldri en okkur sagt. Það dugar mér. Mér langar að koma með annan punkt í þessu, bara áður en ég gleymi honum. Það hefur setið í mér, bara frá því þegar ég var í vottunum fyrir bara 30 árum síðan, að það hefur alltaf setið í mér þetta með Jesú að verið 33,3 ára gamall. Það sat í mér árun saman, en svo var ég bara að vinna með þetta í fyrra og ég sagði, heyrðu, ok, þetta er sama þegar ég segja, það er engin sannleikur, það er, þú veist, það er þegar það gerist eitthvað inn í höfðuna þínu og þú tekur eitthvað sem hefur skiptir í miklu máli og þú segir, heyrðu, þetta er lygi, en það þýðir ekki sko að ég hendi því öllu, það er að segja, þegar ég segi, heyrðu, þessi tala er lygi, vegna þess að allt sem ég veit biblíuna segir mér, það eru 4 áratugir, vegna þess að það er spámannstíð. Og svo ég bara sagði, þetta 33,3 er lygi, hann hlýtur að hafa verið fertugur, annarkvort þegar hann byrjaði eða þegar hann dó, eða fór af sviðinu, og leið og ég fór að nota þessa tölu, þá fór ég að fá betra innsæi á, það er þetta sem gerist þegar þú rífur fortjaldið, þegar þú þorir að taka fortjaldið og segja, sýndu mig hvað er þarna bakvið, þá ferðu að sjá meira. Og leið og ég fæ þetta, þá fatta ég, meitlararnir með 33,3. Það eru 3 viðbót. Þess vegna er ég og mér finnst það svolítið merkilegt að ég var byrjað að tala í fyrra, bara fyrir ári síðan, var ég byrjað að tala þeir eru með 36 stig en ekki 33. Og leið og þetta bara kom punkt, já, heyrðu, ég veit ekki hvernig þetta kemur einu sinni. Þetta bara kemur. Og það er þarna sem að ég hugsa, heyrðu, það er þarna sem ég fæ tenginguna á það þegar Konstantín telur fólki trú að Mýþras sé Jesú. Takk þetta því að skírnin er ekkert annað en samningur sálarnæðina. Sem er ekki til. Það slitnaði aðeins, þetta var á mikið fyrir YouTube-in. Það slitnaði aðeins, YouTube-in kiknaði undan þessari pælingu. Nú er ég ekki til þér, sko. Nei, það er hérna truflun. Þú veist, leið ég sé þetta 33,3 og þá leið ég sé þessa tengingu við meitlarana, þetta dulmál, þetta dulmál sem er í rauninni, þú veist, allir hérna sem að segja halleluja, Jesú frelsar syndi mínar, það er bara gott mál fyrir þau, ef þau trúa því, en ef það er meitlari í þeirri kirkju, hann sér þennan falda symbolisma, já, þetta
Þetta bara frontur, þetta bara musterisfortjaldir, sko. Já, Og sko, þar með, má ég bara einsetning, já, og þar með vissi ég, þar með var engin vafi í mínum huga að Konstantín keisari sem kom þessari trúar drullu á, fyrir gæðum ég móðgeikut, en ég bara við að, þú veist, ég bara útskýra það setna, að því þetta er lygi, blekking, dáleiðsla, það er verið að kaupa sálir fólks og ljúga fólki og neppa það í andlegan þrældóm, sko. Að það er þarna sem ég sé, heyrðu, Konstantín var bara að gera eitthvað sem tilyrði hans trú sem meitlari. Einsetningi viðbót, ég trúi því að 80% af meitlarunum, meðan þeir eru ennþá í fyrstu 12 stigunum, þeir sjá þetta ekki. Þess vegna sagði ég þeir eru með misdirection-kenningar og þess vegna var ég svo ánægður að heyra Úlfar staðfesta það, án þess ég var að spurja hana því, það sem hann kallaði tilgátukenningar, að sko það er ekkert fyrir út komin í 2x11 stig sem að þú ert farin að það sem ég og þú erum að gera, við erum að tengja trilljón punkta en við erum frjálsir að því. Þeir eru hins vegar fara eftir meitluðum göngustíg. Þessna sko, ég held að nú margir sem hafa fylgt okkur eftir eru farnir að átta sig á því að Biblían er hafsjór af fræðslu og ég sko bara fólk það, sko ég held að til dæmis þegar leið og við fórum að tala Móse og hafið sem mannhafið og stafurinn er hugmynd, þá allt í einu fattar fólk þá pælingu, sko. Og sama held ég að Jesús er hugmynd, sko. Að þá allt í einu, já, veistu, strax þú tekur þessi Jesú af, hann er ekki lengur Barbie-dúkka, sko. Og þú skiptir út að hann er hugmynd. Já. Að þá já, veist, þá allt í einu fattar. En ég held bara núna þegar þú varst að tala, þá fór ég að hugsa, sko, að þegar Biblían byrjar í Babylon, að Biblían er handrit meitlaranna, sko. Það má alveg túlka það þannig. Og þegar þú ferð hærra upp í levelin og þess vegna eru þeir með allar þessar kirkjur, sko, og kirkjudeildir að sko Biblían er þeirra verkfæri, sko. Og hérna og þú sko og já, það er auðvitað að klára þennan punkt, sko. Þú ert mjög nærri þarna því ég er að hugsa, sko. Já, einmitt. Það er spurning, sko, það virðist vera að hafa í Gamla testamentinu og frá Babylon þá eru meitlararnir með sinn feril þarna og Gamla testamentu og þetta er svona business sem gengur mjög vel, sko, og þeir eru með prumpið í skókassanum og tjöldin og þessi strúktúr þeirra virkar mjög vel til þess að þeir eru í Elysium og allir aðrir í fátækt, svo allir bara kemur eitthvað svona hugmynd, sko. Já. Þú veist, sem að heitir krossfesta hugmynd sem heitir Jesús, sko, og þeir bara wow, þá er svona panik eins og núna, sko, veist hvað ég var að gera og þá fer allt í panik, sko, og þá byrjar að Barbie-dúkku væða Jesú og reyna einhvern veginn svona koma honum í boxið, sko. Og þannig að, sko, undir tóninn í Biblíunni er þessi meitlara kultúr eða hvað vilt kalla það, meitlara starfsemi. Og síðan einhverjum hluta vegna kemur þessi þarna hugmynd sem að verið skerast alltaf annað slagið. Þegar Móse kom og splittaði mannhafinu, þá var svona, við þurfum einhvern veginn að búa til einhverja spooky sögu til þess að fela þessa hugsun. Að það virðist vera, sko, að þetta er líka inn í þessum, ég veit ekki af hverju þeir eru með það inn í, sko, þegar þeir myndu helst bara vilja þakka það niður, en einhvern veginn það virðist vera eitthvað method í því að leyfa þessu að malla með, sko, en reyna bara einhvern veginn að fela. Það er sama eins og með samsæriskenningar. Þú veist að þegar þeir föttuðu það eftir 9/11 að menn voru bara fannir að tengja alla punktana, þá var bara sendt út Bill Hicks liðið og allt þetta bara sendt út að búa til samsæriskenningar, sko. Já. En ég get komið með eitt góðan lykil á þetta, vegna þess að, sko, og þetta er bara sama með illusionisti, sko.
Satan ekki lygari, hann blekkingameistari. Þú býr til blekkingu með sjónhverfingu. Nákvæmlega. Og þetta tengist ástæðinu fyrir því sem ég ofta minna á að það ekkert elítan sem spilt, það við sjálf. Og það tengist líka því okkur ég svona gaman af að svona stríða fólki með chemtrailsið. Já, þetta áðna, en bara það sem þú ert að mæla út úr því ekki það sem þú heldur það sem þú velur. Og það það sem ég á við með spillinguna, við blekkjum okkur sjálf með okkar eigin ímyndum. Ég til dæmis alveg átta mig á einu. Ég hef ákveðna trú. Og ég alveg ófeimin eða næstuði ófeimin með að tala hana. Ég þurfti að skóla mig í 3-4 ár að fara svona langt út fyrir ramman eins og ég ger í dag. En ég svona farin að gera það kannski áreynslu lítið í dag því að það búið að þjálfa mig í því. Og þú ert líka vissan þátt í að þjálfa mig í því að geta verið svona djarfur eins og ég verið undanfarið. Og ég átta mig alveg á því að mín trú módel. Ég átta mig alveg á því að þegar ég að tala fallna engla eða guð eða spámanni Jósúa eða eitthvað, ég bara að tala arketýpum. Í þeim veruleika. Ég hef engan mælistikku til að mæla trú. Ég vil ekki sjá að mæla trú, en sem leið og þú sannreinir trú, þá hættur hún að vera trú. Þú getur ekki sannreint trú. Og það leið og ég fatta þetta, þá fatta ég ílskuna þess að ég kalla svarta slímið á bakvið trúarbröð sem reyna að kenna ykkur sannleika, Já, það var vitni að því að Jesú reis upp frá dauðum, já, það sannleikur. Já, nei, þá voru vitni að því að Móse labbaði gegn Rauðahafið, já, það sannleikur, Eða eins og þetta, nei, Biblían segir það, að Hebrearnir, þeir hertóku Kanansland, þá megum við gera það í dag. Já, það sannleikur. Nei, það blekking. Þú leið og þú tekur trú og breytir henni í veraldlegan sannleika, þá ertu búin að drepa hana. Já, en hins vegar eitt sem að ég hef líka hugleitt, að það að öll trúarbrögð heimsins eru stjórntæki meitlarana, Afsakið, já, já, en þeir bjuggu ekki stjórntækið til og það þessna sem ég að tala að við erum sjálfblekkt, við viljum stjórntækið. Nei, við viljum stjórntækið. Já, ég held að að múslimatrúin og allar þessar trúir hvað sem þær heita, að þær séu allar skapaðar af meitlurunum til stjórnunar. En annað sem ég ætla að segja með þegar þú varst að tala að við erum spillt, já. Þá fór ég að hugsa Sódom og Gómorra, sem að fjallar það, að Entity sagði já, ég ætla að eyða þessum borgum og umboðsmaðurinn sagði, Entity. Og umboðsmaðurinn sagði, þú getur ekki drepið hérna meitlara, þú getur ekki farið að drepa hérna meitlara, við þurfum allavega á meðan þeir lifi í borginni getum við ekki rústað henni, og þessi debate hélt síðan áfram og niðurstaðan var að taka þessa klúbbmeðlimi úr borginni, en síðan lítur kona Sáls, ég ekki Sál, ein Sál Lot, já, kona Lots lítur tilbaka og verður að saltstólpa. Það svakaleg táknmynd, Já, ég hef aldrei getað decipherað hana almennilega. Ég hef alveg decipherað hana á einhvern hátt, en þó ég hafi allan að tvisvar decipherað hana. Já, hún verður að saltstólpa, og það sagt, ef að saltið dofna með hverju saltaru, Já. Og akkur var hún að salti en ekki að moldu, að moldu ertu komin og eitthvað verður þig eða eitthvað svoleiðis. Akkur salt, Já, ég hef ekki svar við þessu. Þegar ég hugsa konu Lóts, ég hef tvisvar gefið sjálfum mér einhverja skýringu á þessu, en það alltaf eitthvað í þeirri skýringu sem ekki gengur upp. Ég hef heyrt fólk tala um þetta og gefa skýringar,
Það var alltaf eitthvað þarna sem gefur, þetta bara eitthvað sem að spurðu mig eftir svona 10 árum Konu Lóts. Það eitthvað leyndardómur þarna sem ég ekki byrjaður að sjá. Já, það náttúrulega það sem ég fjallað sko, að ástæðan fyrir því að meitlararnir vilja spilla þjóðfélaginu að með því að spilla þjóðfélaginu eins og Sódóma og Gómorra, þeir var náttúrulega spillt, skilur við, svipað eins og gert núna í gegnum svona kultúr og Disney, melluvæðing og eitthvað svona, að sko með því að spilla fólkinu, þá ertu búin að skapa það sem heitir monster, sko. Já, men þú manst líka, sko, það kemur bara aftur upp í hugan, sko, fólk gleymir ju oft með þessa sögum. Það dettur inn í mindspot hjá manni að sko, þau eru 4 sem fara upp á fjallið. Lot, konan hans og 2 dætur. Konan deyr á leiðinni og það er svo margt sem merkilegt nefnilega við konu Lot. Þegar svo til dæmis, þú getur eitt ímyndaðir hvað mikil freisting fyrir þau 3 að hoppa og sjá hvort þau getur gert eitthvað í málinu þegar kettlingin stirðnar. Já. Eða það að geta haldið áfram og það er droslega sterk tákmynd ef þú og fleiri eru í exodusi að fara segjum bara yfir Rauðahafið og það er ein manneskja í hópnum sem að hrasar af því hún hefur ekki nógu sterka trú og þú sérð að Rauðahafið er að lokast fyrir aftan þig, ætlar að forða þér eða drífa hana á fætur. Látið hérna dauðu grafa hérna dauðu. Já. Keep on going. En hvað gerist þegar Lot og dætur hans 2 eru komin upp á fjallið? Ég þarf nú bara að lesa þessa sögu aftur, sko. Ég hef nú ekki lesið hana nýlega. Það hella kallinn fullan og láta hann barna sig. Já. Já, það langt síðan ég las þessa sögu, sko. Þetta fer svolítið fram hjá manni í þessari sögu. Ég veit ekki okkur, sko. Þegar ég var að semja orðatalið fyrir þá kom þetta alveg skýrt upp í kollin og ég sagði, okkur fer þessi partur alltaf í mindspot, sko. Já, en sko fyrir mér saga Sódómu og Gómorru að með þessari siðspillingu og fá fólk í ákveðnar athafnir eins og til dæmis fólk sem hefur framkvæmt fóstureyðingu til dæmis, það samkvæmt skilgreiningu meitlara monster, sko. Ja. Og þegar þeir ná að monstervæða samkvæmt af hvaða heimildi náður í þessum punkti? Að samkvæmt meitlara skilgreiningu sé fóstureyðing það sama og breytast í monster? Að því að þegar þú drepur barnið þitt það monsterismi, það eru bara monster sem drepa barnið sín, sko. Ja. Og sko samkvæmt hvaða skilgreiningu það? Þetta bara kenning, sko, ég svo sem ekki með alla meitlara til viðtal, sko, en það ekki bara það, sko, og líka bara þessi Disney melluvæðing og eins og lýst í Sódómu og Gómorru að þegar að borgir eða svæði eru komin á þennan stað þá eru meitlararnir búin að ná því þetta eru monster, við getum eitt þeim, sko. Það sást ég sett á veggina þegar þið voru að tala að það gyðjur og ég fór að benda þér á gyðjuna hel og nýheima heljar en svo fraus netið og allt það en mér fannst þetta bara svo skemmtileg tenging að þetta kom upp á hausinn, sko. Okkur ekki að fara í okkar eigin goðafræði og okkar norrænu fræði og leita þá bara einhverju djörfu. Því að ég hef alltaf verið svolítið heillaður á gyðjunni hel út af því hún með 9 heima. Já, einmitt. Okkur hún með 9 heima og mér finnst það vera mikil dýpt þar. Ég hef ekki kannað það til hlítar en leiði var að vinna með þetta í gær. Já, það slitnar hjá okkur aftur. Memo to self. Það slitnaði síðasta setning. Já. Þetta semst á vegginn bara sem memo to self. Já. Það skilur í gær að 9 heimar heljars fanga fara þeir sem ekki eru vopndauðir, með öðrum orðum þeir sem ekki standa fyrir neitt.
Já, einmitt. og sagði býtu Disneyland. Já, einmitt. Nei, sko, það method to the madness, eða sem sagt meitlun til sturlunar. Það sko, til þess að halda þessu meitlara kabali saman, þá þurfa þær að fylgja ákveðnum ferlum, sko. Já. Þeir þurfa að vera sjálfum sér samkvæmir og þeir þurfa að réttlæta mannfórnir og viðbjóð sinn, sko. Nei, þeir þurfa ekki að réttlæta það. Jú, þú getur ekki keyrt þennan félagsskap öðruvísi eins og en hins vegar leið þú breytir skýrgreining á fólki úr því að þetta eru fólk meðbræður þínir niður í þetta eru monster og þá sérðu til dæmis allar þessar heilaþvotta bíómyndir sem eru gangi núna, það sem verður að skjóta zombies og svona hafa fólki. Rétt, já. Að það mind control heilaþvottur til þess að fá fólk til þess að skjóta fullt af fólki, drepa fullt af meðbræðum sínum og þú verður að fá og þar kemur líka þetta að skipta þetta eru íslamistar og þetta eru þessiristar og það þarf nú bara að drepa alla íslamista eða drepa alla þessaista, sko. Já, það bara svona sálfræðispinn sem við þekkjum en það bara svo grunn. Já, en þú færð ekki stóran hópa fólki til þess að drepa annan stóra hópa fólki nema þú sért búin að monstervæða hinhópin, annars segir þitt morðingja teymi bara nei. Já, af því að þú ert alien sem varst að lenda á jörðinni fyrir 5 mínútur síðan, þá ætla ég að segja þér í bara einni setningu, mannkynið búið að vera að strádrepa hvert annan í nokkur þúsund ár. Já, áttum að því. Fyrir yfirborðskenndar og sturlaðar hugmyndir. Já, það? Það ekki bara smokescreen? Eins og ISIS smokescreen fyrir alvöru stríð í Sýrlandi, það ekki smokescreen? Að þetta eitthvað svona stríð fyrir einhverjar litlar hugmyndir? Sko, hugmynd sem veldur því að mannavera drepur aðra mannveru sko ekki einu svona hugmynd. Hugmynd getur aðeins orðið til lífs. Já, hvað myndur þú að kalla það? Ég meina, það einhver sem drepur einhvern í stórum stíl, sko. Sko, já, þú veist, til að svara þessu þyrfti ég eiginlega hálftíma. Já, við höfum hálftíma. en ég að tala það sem þú varst að tala áðan, með að mér finnst það svo góðu punktur. Ég verð að fá svara hann. Já. Að þú sagðir, sko, að svona þessar mannfórnir og launhelgar og sko, þú ert að tala mannfórnir sem sjást. Þú ert að tala mannfórnir eins og fólki sem okkur sagt að hafi dáið í 9/11. Við höfum ekki hugmyndu hvort það voru 3.000 manns. Við höfum ekki hugmyndu það. Hugsalega var það enginn sem dó. Já, þú veist, og við vitum bara hvað við sáum á sjónvarpinu. Það búið að debunka þessar sjónvarsmyndir til hægri vinstri. Já. Það getur vel verið að turnin hafi verið tómaður. Þú veist, tæmdur, tómur. Þú veist, við vitum nákvæmlega ekkert hvað okkur sagt, við vitum bara hvað við trúum. En þetta alveg eins og sko, ég er búin að vera svolítið mikið að tala þetta í sumar með genocide að eins og til dæmis þú veist að Pol Pot hafi drepið 2 milljónir í Kambódíu. Já, nei, það eina sem þú veist að það er búið að sýna þér 200 hauskúpur. Það er eina sem þú veist. Já. Og þú veist ekkert hvaðan það koma, ekki neitt. Þetta getur alveg eins verið hauskúpur sem að Víetnamar röðuðu saman eftir Agent Orange árásir í Víetnam. Við veitum ekkert það. Og það er til dæmis ein af ástæðunum fyrir því að fór að hugsa þetta eftir að hugmyndin kom upp. Það stóð nefnilega alltaf í mér hvers vegna Víetnamar hertóku Kambódíu á einni helgi og stoppuðu við svokallaða morðæði í Kambódíu og voru síðan í Kambódíu í 5 ár, yfirgáfu landið og landið breyttist í lýðræðisríki. Það er eitthvað þarna sem ekki gengur upp. Ég ætla ekki að fara að rekja hann til að fá punktan beilinnes. Það er margt í þessari sögu sem segir okkur að allt sem okkur hefur verið sagt víetnamskan hugsunarhátt lygi. Og að það voru fleiri legar þarna bakvið. En þú veist, það kannski það sem að, sko, genocide er nefnilega, sko, þetta er ofsalega flókið fyrirbæri.
sko, ég er að halda því fram að það hefur kannski verið drepin 1000 manns eða 5000 manns í Kambódíu og bara ákveðið að kalla það 2 milljónir. Ég er að segja það að bara verið nokkur hundruð manns drepnir í Rúanda en okkur var sagt að kalla það 1.000.000. Já. Og ég kom nú fram með þá tilgátu bara fyrir viku síðan, það er alveg hugsanlegt að allar þessi genósat hefur verið til þess að afmá hugmynd og þá kemur þú líka með þessa skemmtilegu útfærslu að krossfesta hugmynd sem ég veist alveg frábært orðalag og og þetta er bara, við erum að horfa á spýtuna sikkur megin frá henni sko og við erum að sjá sko, það er alvöru genósæt, genósæt á hugmynd, að drepa hugmynd, eyðileggja hana, drepa hana. Já, og menningu, drepa menningu. Já, því menning er saga hugsunar, saga hugmyndar. En við vitum að það eru til genósæt, við vitum að Churchill svelti 3 milljónir Indverja til bana árið 1943. Við vitum þetta. Við vitum það að Eisenhower og Churchill drápu 2 til 4 milljónir Þjóðverja frá 44 til 47. Við vitum þetta. Við vitum að Sovjetmenn voru að drepa hugsanlega 4, 5, 6, 7 milljónir af Þjóðverjum á sama tíma. Þetta er ljóst. Hellstorm myndin og dokumentarið er líklega eitt besta debunk af þessu. En þú veist, af hverju segi ég þá að hérna eru genósæt sem eru lygi, en segi svo að hér eru genósæt sem eru ekki lygi? Jú, hver er munurinn á þeim? Munurinn er publication. Munurinn er markaðssetning. Þannig eru nokkur genósæt sem að þeir eru ekki markaðsett, þú þarft að hafa fyrir því að læra þau og þú þarft að spyrja þig hver græddi á þeim, en svo eru þetta genósæt sem eru markaðsett fyrir þig og mjög oft augljóst hver græðir á þeirri markaðssetningu. Þannig að maður er fann að sjá sko bara þetta fyrirbæri, genósæt fyrirbærið í margum vittum sko. Og þessum er ekki... Eitt punktur sem komið til við með oss að tala, menning er sál þjóðar. Ertu vissum að sálinn sé þá til? Nei, þetta bara kom upp í hugan, ég veit ekki þetta meira sko. En þetta þetta er mjög góð pæling hjá þér sko. Ég er sammála því að allt sem okkur verið sagt genocide og democide eru smoke and mirrors og maður eiginlega komið með bara sársauka í augun á öllu þessum reyk sko. Já. Og þegar maður veður mikið reyk þá svíður manni í augun. Já. Þannig að maður svona bara heldur einhvern veginn áfram og býður eftir því að maður er að skóla vel úr augunum sko. Þú lappar ekkert inn í frystihús þegar ammóníakleiðslurnar bresta sko. Nei. Þannig að það er alveg ótrúlegt hvað maður hefur lifað í mörg ár í hvað miklum blekkingum sko. Það gerir mig alveg rosalega reiðan, ekki út af blekkingunum sjálfum, heldur út í þá sem að vöknuðu frá þessum blekkingum og byggu til nýjar. Já, það er náttúrulega bara þessi snákar sko, eigum að vera eitthvað fúlur út í snáka sem býta frá sér, það er þeirra eðli. Hins vegar viljum við eins og froskar sækja ekkert mikið í sambúð með sportdrekum sko. Já. Og þar kemur viska víkingana svo mikið inn með skógagönguna og sniðgönguna sko. Að ef það er að koma upp eitthvað snákar þá er þeim bara komið út fyrir sko. Já, þetta er þurfum við sko, það er svo erfitt að finna út sko rótina, það er svo erfitt að finna út rótina vegna þess að sko eins og þetta með að snákurinn hann hefur bara hamskipti, sko, við erum að sjá svolítið merkilegt þetta útspil eins og með Ísrael núna að allt í einu kemur svona útspil á vinstri vængnum sem segir, heyrðu, Reitt Public sem er búið að fá nóg af síonista áróðurinn, hérna kemur nýr áróður, núna megið þið vera á móti síonista áróðurinn. Og mér finnst þetta svolítið áhugavert og þetta getur verið, sko, þeir eru bara hálsbreytt frá því að fara með jarðýturnar upp á Musterisæðinu. En á sama tíma sko, þetta er svo flókin spunni, þú sér það sko, ég trúði því sjálfur í maí að Sýrlandsstríðið væri tapað, að Assad myndi bara falla í sumar.
Nei, svo kemur sumarið og svo kemur haustið og svo það hvaða mánuður síðan að ég sagði, heyrðu, Pútín að koma inn í þetta og svo bara næstu 2 vikur og eftir, ég sá bara eina frétt og ég sagði, já, heyrðu, það eitthvað að gerast þarna. Og við töluðum aðeins þetta, svo bara í þeirri viku komu hver fréttir og fættur annari, já, heyrðu, það bara ný útspil þarna og svo var Assad með fréttamannafund á RT núna bara fyrir hvað viku síðan, þar sem að þú sér það á body language-un að það komið allt annað sjálfsöryggi hann, sko. Já, hann komin með styrkin sem hann þarf til þess að takast á við herinn á bak við smókskrinni, sko. Það tæki ekki Assad meira en korter að þurrka út smókskrinni, sko. Já, en sko, já, smókskrínið, hann bara blæst því í burtu, sko. Já. En meðan engin reporter þorir á svæðið að sína myndir af skriðdrekunum og NATO-hersveitinni, Kristallshersveitinni, það enginn að fatta NATO-Kristallítsjón, það enginn að fatta það, ég bara, Ég fatta, hello. I am drowning here. Já. Ég er hersing, sko. Þetta eina af mínum uppáhalds hugmyndum, sko. Ég var lengi að velja þetta nafn, sko. NATO Foreign-Lítsjón, nei, það svo klétt. Já. Ég sé alltaf Kristallshauskúpu, sko. Já. Ég hef ekki breytt þessu nafni, sko. Ok. Það mjög gott, en þetta er alveg hárrétt hjá þér, sko. En það sem að veldur manni svona náttúrulega áhyggjum er að þeir eru að raða skriðdrekum alla Skandinavíu og það eru náttúrulega komnir skriðdrekar á hálendið á Íslandi, sko. Já, ég þekki þá kenningu. Ég hef ekki ennþá sagt hvort ég trúi henni ekki, en það verður heldur enginn farið með geigerteljara upp á virkjanirnar að tekka á því hvort ég hefði rétt fyrir mig varðandi kjarnorkuverið á Íslandi. Jú, þeir komu út með geislavarnir ríkisins, komu með tilkynningum að það væri geislavirkni í Reykjanesvirkjun. Alveg rétt, já, það er bara nokkur í dag, þannig að þeir hafa séð vídeóinu. Já, þeir eru í damage control eftir að það flæddi út, sko. Já, það er alveg merkilegt hvað sumt af þessu dóti sem ég hef verið með hefur fengið svör. Það er hlustað á okkur, Guðjón. Það tók þá 4 mánuði að koma með útspil eftir að ég debunkaði genakára. Já, hann er náttúrulega, já, það var einmitt einhver að hafa samband við mig, hlustandi minn frændans er búinn að vera mikið að vinna í Bobby Fischer. Heyrðu, já, hann Steingrímur. Já, það er einhver vinur minn hérna, við segjum ekki nafn. Já, alveg, ég held ég megi að segja þetta. Já, ok, en hann ég beist afsökunar ef ég mátti ekki. Já, bara ítrekka það. En hann er með, ég mun jafnvel heyra í þessum manni. Ég ætlaði að heyra í honum núna helgina, ég hef bara ekki orku í það, sko. Já, hann hefur talað við mig og þetta eru mjög skemmtileg punktar, mjög fína punktar. Já, ég var búinn að reynda að minnast á Bobby Fischer áður, sko, að hann var spot on en Kári var kjáninn, sko. Já. En hann er með dýpri pælingar, sko, hann er að tala hann dó þegar hann var 64, það eru 64 fletir á skákborðið, hann er með svona, alls konar svona pælingar, ég á bara eftir að heyra. Hann hringdi í mig og hann sagði mér þessu hugmyndir og ég baði hann að tala við þig, sagði að þetta væri eitthvað sem þú væri miklu betur með heldur í. Já, ég get sagt hlustendur það núna að ég þarf að vera aðeins brútal núna, það er að koma líka Kassi hafði samband við mig og það er fleira fólki að reyna að koma, sko, og bara frábært, ég er mjög þakkláttur fyrir það, sko, en þegar ég er brútal, ég segi nei, ekki núna, ég hef ekki orkuna, það er ekkert persónulegt eða illa meint gagnvart neinum. Ég er í ákveðnum missjóni, sko, og ég verð að halda fókus fyrst og síðast og ég má ekki láta sita mig úr jafnvægi, sko. Þannig að ég mun hafna hlutum sem eru ekki í spísunum hjá mér. Þess vegna ég myndi frekar mæla með að þú myndir vinna þetta Bobby Fischer samsæri. Ég get það ekki, ég er sjálfur með annan flöt á því. Já, ok. Það slitnaði þarna að sjá þér, félagi. Það slitnaði þér, segðu síðast aftur. Allú. Svo gerir ég, já, þannig að þú veist, það er ekki alveg að henda. Já.
Já, það hentar ekki flæðið hjá þér heldur, ok. Ég heyrði nafni á Bobby. Já. Heyrði mér, já. Þá kveikti ég á einhvern punktum minni mystíska ekki samsærinu. Já, einmitt. En hann ætlar að vinna þetta, sko, ég svaraði tilbaka og útskýrði að ég hefði ekki orku í þetta akkurat hér og nú, en ég hefði áhuga. Og mér skilst að hann ætla að vinna meira efni og meira konkrít og þá kannski fæ ég bara fullunnið efni þannig að það er auðvelt fyrir maður að gera þátt, sko. Þannig að ég hvet fólk, sko, líka bara ef fólk sendir mér upplýsingar sem eru fullunnar, þá er óbáslega auðvelt fyrir maður að gera þátt það. Já. Það er kannski, og þess vegna þessi punktar sem eru að koma upp hjá þér, þess að þú ert búin að forvinna punktana, það er þvílíkur lúxus fyrir mig, sko, að pikka þá upp og gera þátt, sko. Og og ég bara ítreka það sem ég sagt áður að þegar ég er búin að henda ykkur upp í kjölfarið þá bara, því ég er að róta bara fyrir sjálfa mig. Já, sama frá mér, ég hvet aðra til að nota punktana mína, sko. Það er bara, þú veist. Já, menn að spyrja hvað eru skriðdrekarnir á hálendinu, farið þið bara upp á hálendu og leitið, það er nú ekki svo stórt, come on. Já, þetta er, sko, það var, ég fagnar eitthvað svona kenningu eins og þessari, að sko þessna stofnaði ég grúppuna íslenska samsæriskenningar í vor vegna þess að ég mig langaði að búa til vettvang sem fólk geti farið að gera það sama og ég og þú erum að gera, vertu óhræddur við að koma með kenningu, jafnvel þó hún hljómi fáránleg. Hvað heldur ég hef komið fram með margt sem að mér fannst sjálfum fáránlegt en ég hendi því samt fram. Já. Fyrst, bara eins og með Kennedy-vídeó, ég segi, nei, þetta er nú alveg út í hotti. Svo segi ég fleygi þessu út. 10 mínútur seinna sá ég Monroe, ég hef aldrei pælt í þessu, leiður ég sá þetta, já, út með þetta og ég er búin að fá kommenta á þetta frá þér og öðru, ég er ekki með neina 100 áhorfenda, sko, en ég er búin að fá nógu góð komment út á þetta til að segja, heyrðu, þá var þess virði að henda þess út. Já. En menn er að segja, auðvelt að segja svona með skriðdrekana, þeir eru á hálendinu og geta svo ekki sagt hvar þeir eru, þetta eru kenningar. Það er bara gólem sem vilja fá mælanlega staðrendir. Þetta eru hlustendur, rólegur, en eins og ég hef alltaf sagt, sko, og máttur þessara orða er ótrúlega mikill, ég vona að ég hafi rangt fyrir mig með allt. Já. Það er ekkert issue, skilur að ef ég hef rangt fyrir mér þá er allt í lagi, sko. Það er svona allir að koma með mælanleg rök miðað við alla stóriðju áætlanirnar á landinu og miðað við skort á virkjanlegri orku, hvernig á að búa til þessa stóriðju án kjarnorkuvers og hvað eru kjarnorkuverin í kjarnorkukafbátunum stór? Já, það er nokkuð ljóst að það er kjarnorkuver á Íslandi. Það er alveg ljóst, sko. Mér finnst þetta, já. Það eru það margir punktar í gangi sem að staðfesta, eða sem benda til þess. Og núna er að koma upp geislavirkni sem að bendi til þess að geislaofninn sé á Reykjanesi, sko. Og þarna eru þeir búin að segja, heyrðu, nenni það er smá geislavirkni í hólunni, sko. Þar með þýðir ekkert fyrir neitt að mæla, sko. Já, Fukushima er líka alvöru, sko. Já, einmitt. Þú veist ekkert hvað er að gerast þarna í Kyrrahafinu, sko. Nei, og álverin tapar rosalega mikið af peningum, sko, þannig að það get ekki borgað neinum laun. Já. En hins vegar er forstjórinn með 8 milljónir á mánuði, sko. Já, einmitt. Þeir eru svo fátækir, sko. Og enginn að fletta upp, það stendur bara á Wikipedia, Rio Tinto er eign og Rothschild fjölskyldunar. Nákvæmlega. Það er bara Wikipedia. Það er ekki samsæriskenning. Já, Wikipedia er náttúrulega ekki traust heimild en sama. Það er svona semi-traust. Hann tók þetta persónulega og var með að kalla hann gólem en það er ekki þannig, við nennum ekki að vera að pempa einhverja persónulegar tilfinningar eða særindi. Þetta er hugmyndafræði sem við erum að ræða
og við eigum til að býta frá okkur. Fólk þarf að vita það að við erum undir ákveðnu álagi og við getum bitið frá okkur sem að hefur áhrif á tilfinningar fólks. Hvað hef ég byrjað mörg vídeo og segja, heyrðu, Já, bara, sko, það bara lítum, bara, nei, minnst það góða punktur, ég byrja virðið ykkur þetta fyrir tilfinningum annarra. Ég hef engan áhuga á því að móðga fólk eitthvað, þú veist, persónlega. Ég skamma fólk í mínum samræðuþráðum ef það er að móðga til hans trúmál. Ég þoli ekki svoleiðis yfirlæti, stærilæti og fordóma og gáfnaljósa sjálfsbyrgingshátt móð. Já, ég ætla reyndar að sem þáttastjórnandi að sneiða hjá þessu yfirildi bara. Við erum búin að afgreiða þetta, við erum búin að afgreiða þetta bara. Já, en förum aftur í. Það er punktur sem við fjöllum alltaf lítið um. Okay. Það er einn punktur sem er alvöru samsæri. Alvöru samsæri, en við fjöllum aldrei neitt um. Og ég hef búin að vera að skamma mig aðeins fyrir þetta. Það er nú einmitt eitt Facebook-vinur minn sem öðru hvoru búin að vera að ögra þessu mörkum mínum með það að verða móðgaður yfir því að fólk er að ræða trúmál. Og við höfum rætt og ég hef sýnt honum mikið umburðarlyndi, venjulega sparka ég svoleiðis bara strax. Ég bara gef einna undan þá og svo bara klippa á tengslin, sko. Því ég þolið ekki. Og það vita þetta allir sem fylgjast með minni ræðu. En það var aðeins vakið mig til umhugsunar um eitt. Og ég er ekki að fara að milda þessu mörg. Ég er með skærin, sko. En ég reyni að vera svolítið líka umburðarlyndur fyrir það að fólk náttúrulega hefur skoðanir og allt það, sko. En það er nefnilega einn öngull á þessu sem við gleymum. Manstu hver er aðallegalityð fyrir því að þú mátt ekki slammera Holocaustið? Það særi tilfinningar fórnarlamba eða ættingja fórnarlamba. Hugsanlegra fórnarlamba. Og öll menningin í fjölmiðlum, netmiðlum, útvarpsmiðlum, sjónvarpsmiðlum, öllur Hollywood-miðillinn, þetta gengur allt út á það að má ekki særa tilfinningar neitt. Já, þetta er svona stóru vellupottur. Og ég segi, ef maður lendir í því, og ég skamma sjálf mig fyrir þetta, og þess vegna var ég með þennan formála. Þegar ég lendi því að einhver segir eitthvað sem móðgar tilfinningar mínar, þá er það áminning um að ég er í mindspot. Það er eitthvað sem ég þarf að athuga hjá sjálfum. Okkur maður viðkvæmur yfir einhver. Nákvæmlega, hárrétt. Og þetta er samsæri. Þannig spila á okkur. En ég ætla að fá að halda áfram með þetta, sko, þegar að menn voru að tala manstu, akkur er kjarnorka á raforkuseðlinum, sko. Já. Þá sagði ég strax það er að því að það er kjarnorkuver á Íslandi. Já, þetta kom mér til að gera mitt vídeó. Já, ég veit að þú fjallaði þetta líka. Að þá er þetta með skriðdrekana, þá spyrir mér, hvar er þetta kjarnorkuver á Íslandi þá? Ég veit það ekki, en ég veit að það er kjarnorkuver eitthvað staðar á Íslandi. Já. En hins vegar vitum við núna hvar þetta kjarnorkuver er. Það er á Reykjanesi. Í virkjunum á Reykjanesi. Það sem að geislavarnir ríkinsins er að segja, nei, þetta er ekkert vandamál, vandamál. Þar er kjarnorkuver. Já. Munum líka að þeir eru að tala um að það séu gull í þessum borholum. Já. Það er nokkuð vektur það. Ég sé það er pælingar, sko. Já, ég er ekki að fara að róta því samsæri upp. Ég tengdi það þarna við 2 Facebook-vini sem ég veit að eru mjög djúpir og rannsakendur og leggja saman góða punkta og fylgjast með. Þannig ég veit að ef þau rekast á eitthvað, þá ratar þau heim. Já, hins vegar get ég keypt að, sko, ef það er gull á Íslandi í miklu magni, þá er því haldið leyndu og það er bara farið með það beint úr landi og tryggt að Íslendingar frétta aldrei að því, þannig að þeir fara ekki að heimta einhverjar prósentur að því eða að Íslendingar telja þeir eigi eitthvað gull sem finnist á Íslandi. Já. Ég meina, allir malbikaðir vegir á Íslandi eru búin til að innfluttir með það. Já, það er nú ástæða fyrir því. Það er að því að bergið er svo mjúkt á Íslandi. Í Noregi, nei. Ég hef bæði brotið íslensk berg með hildihamri. Já, bara malbika aftur bara. Já, ég hef líka brotið berg í Noregi og ég get sagt þér það að ég var með svona hildiborvél og svona meitil sem maður hafði notað á Íslandi margoft með góðum árangri
og bara járnið í meitlinum bara var svo smjör á móti norska berginu, sko. Það til, ég hef heimildir fyrir því að það til berg hérna sem ættir að nota. Já, okay. Ég veit það. Vegna þess að maðurinn sem sagði mér þetta tók þátt í að finna þá námu. Já, eins og ég segi, ég hef unnið bæði íslensberg og norskt og það gríðarlega munur á hörku, en eins og það getur vel verið að þetta sé eins og í Grænlandi, þar fara skip fram og tilbaka, dönsk skip og taka öll auðafi grænlendinga borð. Já. Og eflaust það í gangi á Íslandi líka, það sem settur auðlindir Íslendingar borð og svo verið að taka eitthvað með tilbaka, sko. Nei, þetta allt held slíð, það chemtrailsur og vandamálið. Já, I got you. En var það ekki illir andar sem var vandamálið? Var það ekki? Jú, sko, chemtrails eru sko frá illum öndum, sko. Já, það svona hverfa flugvélarnar oft á myndböndunum. Já, það samsæri. Það hverfa af því að jörðin flöt, manstu. Það af því að allt og margir sem trúa á Guð, sko. En ég setti hérna komment, ég veit ekki hvort þú sást það, ég ætla að reyna að finna það. Ég sé allan ekki, já. Það ekki það marka. Það má alltaf búast við frosti þegar maður að fletta eitthvað hérna, sko. Já, það gaman að bulla, sko, en endilega höfum þetta í huga. Þú veist, ég byrja alveg virðingu fyrir tilfinningum annar að ég hef engan á að móðga neitt, en ef ég læt það stjórna mér, þá get ég alveg hægt að tala nokkuð skapaðan hlut. Nákvæmlega, fullkomlega sammála því. Nei, en við þurfum nú kannski ekki alveg að vera að henda öllu. Fólk má ekki taka hlutana á persónulega, sko. Já, sko líka fyrir að nota líkingamál sem hefur eitthvað merkingu, sko. Þú veist, ég að tala við erum einmitt að tala þetta, þessna fór ég að tala með falið vald. Tökum við einn punkt á þessu. Tökum aðeins einn punkt á þessu. Bræðrabönd, ef ég man þetta rétt, og þau hefur komið út 81, cirka 81 og 2. Ég hef búin að skila þenni bókasafni en ég get ekki tekka á því. Að hérna, mín bókaheillaðin í bókasafni, sko. Og ég tók hana þessi stundaginn bara til að ná í ákveðna hluti sem ég vildi vita og ég hendi þeim eiginlega bara strax á netið. Og til þess að sýna fólkinu í kringum mig, þú getur hent upplýsingum á netið og sent hassmerki. Þannig að ef annað fólk að rannsaka og grúska, þá getur við hendi á netið og sett hassmerki. Og þannig getum við orðið af vatni, við getum orðið haf. En þú veist, í staðinn fyrir að já, ég að posta einna vídeo sem einhver bjó til út í Texas og ég að henda einna ljósmyndum af einhver sem einhver bjó til í Englandi, sko. Já, og like, já, comment, já, nei, þetta nú ekki alveg eins og þú heldur. Nei, þetta ekki rétt hjá þér, þetta svona meira eins og ég held. Já, nei, þú bara leiðilegur af því þú veist, nei, sko, taktu þátt í rannsóknarvinnu, hentu það á netið, hjálpaðu til að finna rótina þar sem drullan byrjaði að vellu. Reynum að finna borholuna í myrkrinu og verum tilbúin að sætta okkur við að það engin sannleikur vegna þess að við erum þar mörg blóm í garðinu og allir eiga sín sannleika, berum virðingu fyrir sannleika og sannans og reynum að finna út hvernig við að búa til gott samfélag. Þú veist, þar sem ekki verið að nauðga vitundarástand okkur því að allar blekkingarnar þetta sem við erum að tala allan tíman. Þú veist, þetta sé allt blekking og það allt lygar og bla. Við erum að reyna að finna hinn frjálsa huga sem ekki lætur stjórnast leið og þú samþykkir eitthvað sannleika. Þá mun eigandi þessa sannleika stjórna þér. Já. Þú veist, það þýr ekki að bíða eftir því að Axel sem live eða tekka á hvort að Guðjón komi með einhverja geggjun út úr því sem hann að vinna með. Nei, þú veist, hvað þú að gera? Hvaða lóð þú að setja á vogarskálarnar? Hvað að leggja mörkum til þess að verði til alveg vakning? Já, ég hérna farin að nota meitlara hashtagið og ég búin að bæta við að hashtag heimska og hashtag psyop. En ég setti hérna komment á Facebookina hjá mér að fá meitil í hausinn svaka vont mál.
Já, það slitnaði aðeins hjá okkur, heyrðist mér. Já, nú ertu að koma. Já, það er komin. smá mús, það er smá skotta á línunni. Herri, já, ég var með nafn fyrir því á, þú varst að böglast með nafn á Golems and Golem. Ég er með hugmyndaðir að nöfnum. Og það byggir á ræðu Malcolm X, það sem hann talar akurþræla og húsþræla. Já. Við erum með í íslensku fyrirbæri sem heitir hagamús og húsamús. Og þá fór ég að hugsa að nota sko húsaskotta og akurskotta. Eða hagaskotta og húsaskotta. Mér fannst skotta of vinsamlegt nafn á þetta fyrirbæri, þannig þá fór ég yfir í sko hagaskrimsli og húsaskrimsli. Sko skottan er gúlið, gólem undir umskiptingur. Já, ég áttum að því. En sko svona orðfræðilega séð eins og mús er sko hagamús og húsamús. Það er svona í máltilfinningunni þá er það tengt sko, en umskiptingur og hitt kallaður aftur skotta, hvoru tvekja kemur úr íslenskri mystík, þess vegna er ég að nota það. Já, ok, þetta er nú bara svona mitt pæl sko. Já, mér pæl er gott sko, en ég er að nota þessi tvö orð ekki út af því að ég fíla þau, heldur af því þau eru að koma úr mystískum veruleika þjóðarinnar. Já, einmitt. Og af því ég er að tengja það við mystískan veruleika sem er þekktur í Evrópu. Já, en ég myndi halda að þú þurfir að þróa nýtt orð þessi fyrirbæri sko. Nú okkur. Mér finnst það. Já. Það er mín skoðun sko. Take it or leave it. Þetta er svona tilboð vikunar. En ég er að gera þetta út af þessari ástæðu. Ég vil fara, þetta er alveg eins og með þjóðveldið, ég er að fara á fornar slóðir í hugsun. Til að ná í dýpt sem er þar, vegna þess að við búum í svona fínpússuðum yfirborðsveruleika sem er algjör blekking, hann er ekki raunverulegur. Við erum komin úr öllum tengslum við okkar menningarætur. Og ég er ekki að tala um okkur Íslendinga, ég er að tala um vestræna menningu. Já, það virðist vera að En það virðist reynda að vera að öll menningarsamfélög eru einhvers konar ofbeldis fyrirbæri þar sem fólk er algjörlega einhvern veginn týnt sko. Og það eru bara þeir sem að ná einhvern veginn að búa sig til hreiður í ógeðinu sem að fúnkera sko. Já. Og eins og ég var að tala um þennan Þórdísi sko, það er þetta haf ofbeldis sem við syndum í dag og nætur sko. En við getum verið happy campers doing it sko, en það er veruleikinn sem við erum í sko. Já, þetta er nefnilega, ég sé þetta líka og stundum hugsa ég bara á það er öll von úti að það er bara tilgangslaust að vera að taka í þessu og góði Guð leiði mér að verða forritar aftur. Þú veist. Góði Guð, hvað meintur með að taka með meðvindaleysið? I was answering your prayers. En talandi aftur mitlarana, ég viðurkenni það, þó ég hugsi svona stundum, þá hugsa ég nei, ég vil frekar vera vakandi og sjá drulluna heldur en að vera steinsofandi og baða mig inni. Já, það er líka bara eins og þegar ég flutti frá Íslandi 2010, þá gerði ég það var ekkert bara svona einhver tilfinningaleg ákvörðun hjá mér, það var bara blákalt mat. Og niðurstaðan er nokkuð nálægt því sem að ég planaði upphafi. Ég myndi tala um það að búa á ódýru og pendla og vinna þar sem að launin var mjög há. Og ég er staðsettur þannig að það er 330 kílómetra til Oslo. 330 km til Gautaborgar, það er nákvæmlega sama vegalengdin og það eru 450 km til Stokkólms. Þannig að ég er rosalega miðsvæðis og ég er á svæði þar sem að
húsi kostar ekki neitt, sko. Já. Þannig að þetta plan sem ég gerði í upphafi, sko, það hefur gengið eftir, sko. Og líka, sko, ég vissi það að ég gæti ekki verið með fyrir bara eins og Frelsi TV ef ég byggi á Íslandi, sko. Fyrsta lagi þá hefði ég bara verið látin hverfa strax í upphafi, sko. Og alls konar einelti og viðbjóður sem að þekkir frá ofbeldisstjórninni. Að hluti af plottunum var líka að vera í aðstöðu til þess að geta broadcastað, sko. Já. Og haldið áfram þessu starfi sem ég var með þegar ég var í Hagsmunasamtökum heimilanna. Þótt að það sé orðin hálfgerður saumaklúbbur í dag, þá eru þau allavega til. Og eina bitið sem hefur komið frá Hagsmunasamtökum heimilanna fyrir og síðar var þetta greiðsluverkfall, sko. Og en hins vegar kom mér á óvart og var ég mjög vonsvikinn með það að maður í Noregur og Svíþjóð eru fullkomin lögregluríki líka og ég má alveg búast við því að lendi í einhverju hér, sko. Já. Ég má búast við sérsveit hér inn á gólf hvenær sem sko. Það minnir mig á það, ég sagði þarna, ég man ekki hvort það var áður með endurreistum, að ég var að tala að ég var komið ákveðið teik á þetta lögregluríki. Það reynda 2 teik, ég ekkert með neitt sannleika hérna. Ég bara að velta fyrir mig hvað við sjáum með þokkjúri. Sannleikurinn blekking. Það engin sannleikur. Ein tilgangan svo að lögregluríki sé partur af the Soviet World Order hugsuninni. Og ég ekkert hættur að vinna með þá pælingu, mér svo pæling svolítið hugleikin. Þessi Soviet World Order pæling, hún nefnilega fer dýpra, vegna þess að ég tel mig verið búin að rökstyðja þokkalega samsærið sér til. En ég ekki hins vegar búin með svar, sko, hver græðir á því? Hver klíkan? Og ég sé líka fleiri þætti, og ég var bara að horfa á dokumentari í vikunni sem ég hafði séð áður í fyrravetur og ég var að setja þetta inn á Streetrock. Setti ég bara mín vídeó þessa pælingu og þetta vídeó. Það mjög gott efni sem á rökstyður að hvers vegna Hitler fór í stríð við Sovjet. Og því dýpra sem ég fer þar onni, þá sé ég að Þjóðverjar björguðu Evrópu og hugsaðu öllum heiminum frá því að verða eitt risastórt Sovjet. Og að grunnhugsun Sovjetríkjana var að þetta voru allt Soviet Republics í World Order sambandi. Sovjetríkin voru eins konar United Nations. Já, en sko eins og þú veist það svona fólk sem að fer alltaf í sömu sambúðuna aftur og það endar alltaf með sömu ósköpunum, sko. Já. Og ég ætla svo sem ekkert út í það getur verið alkohólismi eða alls konar vandamál, en fólk leitar alltaf í sama munstrið aftur og aftur. Já. Og það sko þessir gettóistar sem ég kalla, að þeir eru svona alkohólistar, sko, eða svona, þú veist, einhverju svona sjúklingar, sko, og þeir eru alltaf að leita svona sambúð við einhvern hópa fólki til þess að geta blóðsogið það og haft svona elísium fyrir sig. Og þessi sambúð endar alltaf með ósköpum, sko, aftur og aftur og aftur. Og sambúðin endar alltaf þannig að gettóistarnir skipa siga blóðhundunum sínum á fórnarlömb sín, sko. Já. Og það sem að og nú erum við að keyra inn í þessa stöðu. Já. Hérna í Vestur-Evrópu, sko. Sovjet tók þetta út náttúrulega á sínum tíma, en í Sovjet var niðurstaðan svo að þegar að gettóistarnir siguðu blóðhundunum á almenning, þá sögðu blóðhundarnir nei. Sko, og núna reynir á að gettóistarnir í NATO og Kó, þeir eru að keyra inn í svona síðasta hlutan á þessari sambúð, sko. Og núna er það að byrja að siga blóðhundunum á hinn sambúðaraðilann, sko, sem fólkið. Og eiginlega og þá byrjar þetta þá sprettur allt upp þetta lögregluríki hjá þessum sjúklingum, sko.
og hefur gerst aftur og aftur. Þetta alltaf sami hringurinn sem verður að fara og það sem stóra spurningin núna, spurning NATO líðsins muni blóðhundar í þessari sambúð segja nei eða muni þeir láta til skara skríða. Það eiginlega stærsta spurningin. Já, þetta mjög góð lógík og þetta það sem við flest sjáum. Ég að leika mér að því hvað það sem ég sé ekki. Þess vegna kem ég stundum með skrýtnar pælingar því að ég tek þetta augljósa, svo tek ég þetta sem að alternative median eða conspiracy median kemur með og svo, já, ok, þetta meikar sens líka, en hvað það væri til þriðja öngullin eða jafnvel fjórði. Og ég get alveg sagt eitt til dæmis, bara myndu mig á að segja þér frá fjórðuvítinni í þessum pælingum, vegna þess að ég búin að vera núna í sumar að vera að lýsa þriðjuvítinni á þessum pælingum. Já, ég hefði gaman að sjá það í vídeo hjá þér. En ég bara fyrir nokkrum dögum áttaði mig á því að ég sjálfur ennþá í statik veruleika með þetta, af því ég alltaf að tala mælanlegt tvívít, en ég reyna að fá þrívítina, fá hæðina á staflan. Og þú veist alveg, við erum búin að ræða þetta ofta áður, en þú veist alveg, þetta mér hugleikið, en ég áttaði mig á því daginn, heyrðu, það fjórðavítin á þessu líka. Ertu ekki bara búin að lýsa þriðjuvítinni, ekki komin tíma því hún farir að finna fjórðuvítin. Þannig að þetta svona komið í hausinn á mér og ég veit alveg hver það endar. Það endar í einhverju mjög skrítin útvæslu. En með þetta take on lögregluríkið að það sem vakti mig nefnilega til meðvitundar Sovjetuvöld orðið var þegar ég var að grúski hitti fyrir út af þjóðveldinu, þá var ég svo mikið að pæla í hvað menn að ræða erlendis lýðræði og annað. Þess vegna til dæmis fylgdist ég svo grannt með Jesse Ventura tíma. Hann var partur af því. Og eins með Nigel Farage, ég fylgdist mikið með honum og ég ekkert enn til að fylgjandans eða sammála honum, Ég fylgdist meira með honum sem ræðumanni og hvað af því hann svona jaðarrödd í stjórnmálunum. Og þá fyrst og næst var ég að horfa á ræðurnar hans á Evrópuþinginu vegna þess að þar hann svo beittur. Hann með rosalega fína ræður oft þar sem hann ekki hins vegar með á heimavellin í Englandi. Þar hann að reyna að vera one nice. Og hann var mjög oft að skjóta á Evrópusambandið beittum skotum fyrir að þeir væru orðnir nýtt Sovjet. Og það fekk mig aðeins til þess að spyrja spurninga og það kom mér á sporið vegna þess að ég þarna að leita ég nefnilega ekki að leita kapalnum. Það getur vel verið að Meitlaros hafi verið á bak við Sovjet, Ég veit það ekkert ennþá. En Sovjet, þú veist, það flókið þeirra samband við Meitlarana. En höfum í huga að nasistarnir, Hitler, hann vildi útiloka þá. Hann virkilega reyndi það. En það var uppi tilraunir til þess í fyrstu árum Sovétríkjanna að reyna að útrýma leynifélögum en ég ekki komin nógu djúpt með það, En þess að ég sé mismunandi sögur það, þeir hafi reynt það en ekki tekist það og blá. Og eins með það að fyrstu 10 ár Sovétríkjanna frá 1917 til 1927 þá var svo mikið af síonistum sem voru meira að minna að stýra þessari byltingu. En svo kemur í ljós á árinu 1927 til 1939 þá var Stalin meira að minna að hreinsa allan mikið að gyðing ættuðu fólki úr valdastrúttunum. Þannig að þetta eru svona mismunandi sögur þetta því að sumir samsæringar eins og til dæmis Morris, hann sér nú bara rautt ef hann sér orð sem byrjar á G að sem hvað? G hvað? Morris hatar Ísrael og gyðinga og síonista og allt kapal. Hann getur bara ekki hægt að tala um þetta. Hann þarf að tala við sálfræðing, kallinn, Þú veist, einu skiptin sem hann getur, þú veist menn ekki að tala um það Við leiðist þegar menn eru fastir í ykkur hjólfari og eru búin að heila þú sjálfa sig, Já, þetta, eins og við erum fannar að segja, þetta trúarbrögð eru svona bara way back there, Já. Það bara old news, þau skipta einhver máli. Akkurat. En þú veist, það eru þarna margar flækjur. Ég er bara ennþá
róta í yfirborðinu á þessu og vegna þess að sko kabbalein sko þegar þú trúir á okkur heimsmynd, þegar þú trúir á heimskerfi, þegar þú trúir sérst á einhverja heimsmynd eða það sem nasistar kölluðu vestan sján að Hvað sér slitnaði aðeins hjá okkur? Rétt hjá mér, þetta með samsærið Sovjetvöld order, þá þetta ákveðin hugsun, þetta sérst ákveðin hugsun. Það að slitna hjá okkur, Guðjón. Hugsun eða heimsýn og hluti af þessari heimsýn birtist í aukinni miðstýringu, auknu lögregluofbeldi, auknu njósnum og svo framvegis. Og ok, gott og vel. Þetta er bara einn öngull á þessu. En ég er líka með aðra kenningu með aukningu á lögregluofbeldi. Og hún er svo að lögregluofbeldi sjálft sé eins konar spunablekking. Vegna þess að sko, fólk er ekki tengst. Fólk sér alveg þetta lögregluofbeldi, það hugsar sitt. Þó að það svona hiki við kannski að skrifa það á Facebook eða vera að hafa svo mikið í frammi en það veit ekki hvernig hann spila úr sig. Þú veist, hver er sálfræði áhrifin fyrir fólk í lýðræðis samfélögum að sjá svona mikla aukningu á njósnum, lögregluofbeldi, herlögreglu og svo framvegis. Hvaða sálrænu áhrif hefur það annað en að A, vekja til reiði, B, vekja ótta? Hver er þriðja tilfinningin? Já, eins og ég segi, ég sé þetta, ég sé oft svona stóru sannleikana í litla sannleikanum, sko, að þú getur tekið módelið sambúð með tveim veikum einstaklingum sem er alltaf að gangi sömu sambúðuna, sko, en díla aldrei við veikleika sína. Ef við notum bara alkohólista dæmið, af því það er svo þekkt dæmi, að það eru með alkohólista og kóara, sko. Að þetta er svona samfélag sem að þrífst hvert af öðru, eða tveir sjúkdómar sem þrífast hver af öðru. Og í upphafi sambúðarinnar er allt nice and beauty, sko. Þetta er, veist, báðir aðilar að lýsa því þetta er bara mesta ást í lífinu og þetta er það besta sem hefur komið fyrir og það er bara halleluja allan daginn, sko. Amen. Og síðan síðan fer örlítið að líða á sambúðina og þetta er náttúrulega lengri tími hjá þjóðfélögum heldur en hjá einstaklingum, síðan fer að líða á sambúðina og þá fara báðir aðilar að sýna svona true colors, skilur. Að alkohólistinn fer að drekka og þá fær hinn svona sjokk bara, heyrðu, þetta er bara alkohólisti sem ég er hérna í sambúð með, sko. Og þá myndi heilbrigð manneskja bara byrja að pakka og bara fara, sko. En sjúk manneskja, hún heldur áfram að því hún byrjar einhverja blekkingu og þá byrjar rosalega mikið blekkingastarfsemi hjá báðum aðilum og rifrildi magnast og ofbeldið fer að aukast og svo kemur upp afbrýðisemi og annar fer að njósnum hinn dag og nætur og svo fer fólk að sitja einhverja kröfur og skilur í að það er ekkert kynlíf nema þetta gerist eða hitt gerist og samningar. Já, og svo endaleysi samningar og eitthvað bla 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 bla, svo bara springur draslið, sko. Já. Og það er þetta sömu elementi í hennu stóra, að það er þessi elíta eða þessir blekkjarar, meitlarar eða hvað viljum við kalla það sem eru alkohólistin í þessari líkingasögu og síðan er allir hinir sem eru svona kóarar, sko. Og þegar að þeir kynna sig sem valdstjórnin, að þegar að valdstjórnin til dæmis framkvæmir svona morð eins og er í Hraunbæ, þá er heilbrigð viðbrögð hjá hinum sambúðaraðilunum bara að pakka saman og fara, sko. Bara I'm out of here, sko. En þessi sambúðaraðili sem er þá massin eða fólkið, það einhvern veginn bara kóar sig niður og heldur áfram sambúðinni, sko. Og svo bara versnar og versnar, svo var það drepni 10, svo var það drepni 50 og nú er búið að setja lög að það verður að fara að pikka bara einn og einn svona sem er geðveikur af því hann er með einhverjar óæskilega skoðanir og
eða hann fór inn á heimasíðu hjá ISIS, þá bara hverfur sá maður 15 mínútum eftir að hann, eða manneskja, 15 mínútur eftir að hann fer inn á einhver ISIS-síðu sem hann vissi ekki eins og var ISIS-síða, sko. Þú veist, það byrja bara þessi sturlun, sko. En báðu, sko, og svo byrjar að blame game, sko, já, það alltaf þessi alkohól, hann alltaf á fyllir í alkohólistinn, sko, og það að benda á hann, sko, að hann alltaf fullur, sko, eða hún, eða, já, ég vil kalla inn það ekki, það er alltaf annar aðilinn sem alltaf fullur, alltaf að þetta benda á það, segja, þessi alltaf fullur, sko, og það alltaf skýringin, og kóarinn getur alltaf bent á brennivíni, sko, en alveg fársjúkur sjálfur í leiðinni, sko. Og þú sérð alveg öll þessi elementi í dramanu sem í gangi núna í sambúðin valdstjórnarinnar og lambanna, sko. Og þá ég að sjá líka eins og taktu til hans hvað auðvelt fyrir þennan sem vill fixa dæmið, þennan sem vill fixa sambúðina. Hvað margir sem að reyna að fixa sambúðina? Já, það mjög margir. Að sjá hvað þessi fixari orðin auðveldur skotspónn fyrir þá sem með ýmsar töfralausnir. Já, veist, svo fara þessir aðilar í einhverja meðferð, sko. Veist, einhverja fjölskyldaráðgjöf og annar aðili og svo ef að sá aðili fer að ná einhverjum árangri, þá segir hinn bara, nei, ég fer ekkert aftur þarna, sko. Já, og meðferðin í þessum tilfelli sko, ef þú fer 10 ára aftur í tímann og ef þú berð saman sálarástandi í dag og þá ég sérstaklega ekki að tala hvort hann svo sturlað eða ekki, dálætti ekki, vakandi ekki eða meðvitað eða ekki eða whatever. Heldur ég að tala sko sálarstyrkin og ég ekki að tala siðferðisstyrkin. Ég bara að tala styrkin vegna þess að sko eins og þú sagðir með þann sem hýpjar sig út. Það aðilinn sem að hugsa, heyrðu, þú ert ekki manneskjan sem ég fór að vera með, þetta dealbreaker, ég hef sjálfsvirðingu, ég hef sjálfsöryggi, ég hef stjórn á sjálfum mér, ég ákveð fyrir sjálfan mig hvað hentar mér, ég læt engar ytri hugmyndir sannfæra mig hvað ég á að gera ekki, ég ætla að koma með út. Já, þetta gerði ég 2010. Ég ætla bara að móta mitt líf og þú ert ekki rétt að manneskjan fyrir mitt líf, en að vísu sko, ég myndi orða það reyndar öðruvísi, ég greinlega ekki rétti maðurinn fyrir þig. It's not you, it's me. Já, ég ætla bara að hlífa þér við að burðast með mig, sko. Ég ætla að fara að gera eitthvað annað. I'll write you a Christmas card, sko. En hins vegar það aflfræðileg staðrind að svona sambúðir þurfa alltaf að enda í klessu áður en að nokkuð fyrir að gera nokkuð, sko. En þess vegna sagði, sko, berum saman sálarstyrkin fyrir 10 árum og í dag, en þess að við sjáum að það hefur verið ákveðið sæjópp í gangi, ákveðin stigmögnun. Það sem ég að segja að, sko, að því þú talar sko, ég nefnilega held að meiklararnir séu miklu klókar en þetta. Þeir á miklu betri yfirsýn og þá ég ekki að tala um meiklararn á fyrstu 22 stigum. Ég að tala um þá sem eru konið mjög hátt, þar sem að hópurinn orðið mjög þröngur og ég líka að tala um þess að sko, það sem að ég kalla vomur, þá sem að nálgast það að verða vomur eða reið. Fyrirbæri sem fólk á mjög erfitt með að höndla það eru menn sem eru að horfa á veröldina á allt annan hátt heldur en ég og þú eða hinn venjulegi maður og við vitum ekkert ennþá hvernig þeir sjá þetta. Það sem ég að stinga upp á segjum sko, og ég var nefnilega að pæla í þessi vídeó daginn, ég man ekki hvaða vídeó það var en ég var að bera saman sko Rússa í dag og Vestur-Evrópu. Og þá var ég að tala sko hvernig Pútín þetta svo klíkan á baku Pútín. Pútín bara maður. En Pútín hefur búin að vera að spila sitt tafl bara í 20 ár af algjöru snilld. Hann hefur varla gert fail move á geopolitics pæling. Hann hefði fengið brain transplant frá Bobby Fischer. En þú veist, það engin einn maður svona snjall, þannig að það kapall á baku hann og ég með mína kenningu hvaða kapall skiptir ekki máli. En ég hins vegar sé til dæmis hvernig Pútín hefur verið búinn til sem ákveðið íkon í Rússlandi til þess að gefa sko fólki ákveðna trú á sjálft sig. Ég tók eftir þessu bara daginn, það var einhver sem hann postaði mynd af Pútín þar sem hann sat á bakinu á björn,
á skógarbyrni og var að ríða honum hér á. Og ég þekkti myndina, þetta er fræg mynd af Pútín bera ofan í útréttúr, sko. Og menn hafa oft sagt, já, svona Pútín búið til svona hero worship og svona. Og ég sagði, nei. Allar þessar myndir, Pútín í köfun, Pútín að fljúga þotu, Pútín í þetta, bla bla bla. Og ég sagði, þetta er ekki hero worship, það er verið að búa til symbolisma. Það er verið að búa til symbolisma, sjáðu, hérna þessi gaur, hann mjóróma, hann lágvaxinn, hann er ekkert sérstaklega litríkur á yfirborðinu, en hann alveg fastur fyrir. Og þegar hann talar hluti, ég hef hört margar ræður með honum, að það er alltaf mjög yfirvegaðar, mjög vel hugsaðar. Og ég bara að skoða þetta hlutlaust, algjörlega. Já, ég sé þetta eins og sko ef við segjum að þessi kóíska sambúð sé frá 0 til 100, þá er NATO sambúðin komin í 95, sko. En Pútín sambúðin er komin í 30, sko. Þannig að hann er ennþá hetjan og það er ekki farið að glitta mikið í alkohólisman ennþá, sko. En málið er sko að meitlararnir eru fársjúkir eins og alkohólisti og þeir eru fastir í neyslu sem er þannig, þú veist að hættulegasta vanabindandi efni heimsins er vald og ofbeldi og þeir eru fastir í því og og þeir eru alltaf, þessi hópur sem við kallum meitlarar er fársjúkt fólk og þeir ganga aftur og aftur í sambúð með þjóðum sem eru þá ýmist nýjar kynslóðir eða þeir flytja hreinlega á milli þjóða eða hvernig það er framkvæmt. Að það er alltaf ný og ný sambúð sko, sem endar alltaf í sömu klessunni og svo er að byrja the blame game sko, en þeir sem hafa náð árangri með alkohólísk vandamál er að benda báðum aðilum á, þið eru bæði fársjúk, þú ert alkohólistinn og þú ert kóarinn og ef þið farið ekki bæði í meðferð þá endar þetta alltaf í ósköpum og allar sambúðir hér eftir endi í ósköpum. Þannig að félagsskapurinn, meitlarar, Fabium, Rand eða hvað þetta drullum all heitir allt saman sem er þá alkohólistinn og síðan þjóðin sem er bljúga dísin með fallega brosi sem er alltaf saklaus sko. Helni komið frá Disneylandi? Já, sem er hérna kóarinn að ef að báðir aðilar viðurkenna ekki vandamála sitt og fara í meðferð, þá heldur þessi hörmung bara áfram til eilífðarnóns. Hver er aðal verndardís Disney? Bara spurning, ég er ekki beðin svar. Má ég halda áfram? Það er Mickey Mouse. Nei, já, ok, alltaf. En aftur það sem er Pútín nefnilega. Sko, ég nefnilega áttaði mig á því bara daginn, þegar ég var að horfa á þessa mynd, það opnaði svolítið fyrir mér og bara tengdust ákveðnir punktar. Ég allt í einu áttaði mig á því það sem þeir hafa gert, valda elítan sem er með Pútín á sviðinu. Leikriti sem er í gangi. Hann er bara maðurinn á sviðinu. Þessir menn og eða konur hafa búið til idol eða íkon sem segir við Rússa, við getum. Yes, we can. Já, þú getur flogið þotum og þú getur kafað eftir fornleifum og þú getur riðið björnum og þú getur gert allt svona vilt. Og þetta og það er gert án þess að vera með eitthvað svona nationalistískan rembing. Heldur bara trú á sjálfan sig, trú á eigin getu og standa saman, en þeir eru samt með lýðræði, fulltrúalýðræði í dúmunni. En allir Rússar vita að það bara fær samt bara einn maður að leiða dúmuna, sko. Og þeir sætta sig við það. Þeir sætta sig við þessa blöndu af einræði og lýðræði. Og mér dettur í hug nefnilega samræður við eina vinkonu mína sem er hámenntuð kona, stelpa sem býr í Moskvu,
og við vorum einhvern tímann að því hún hefur svolítið áhuga á andlegum veruleika og bara, maður kemur aldrei á tómum konum hjá henni. Hún menntuð bæði í viðskiptafræði og sálfræði og svo það var einhverja verkfræði öngull í þessu líka hjá henni. Hún var búin að ná sér í 3 háskólagráður, sko. Bara 2 eftir. Já, þetta var bara svona típa sem að, þú veist, þegar hún var ekkert að vinna þá bara skellt hún sig í skóla. Bara þannig. En hún svona, var eiginlega orðin ofmenntuð, en hún mjög klár, hún ekkert steinrunnin, sko. Og ég var ekkert að tala þess með spádómanum ljósið úr norðri og hún var alveg viss að það var í Pútín. Pútín myndi koma á friði heiminu. Já, mitt. Já. Nei, þeir eru, sko, maður þarf náttúrulega að reikna með að já, þú varst að segja, hvað segirðu? Ég segi, hún er venjulegur Rússi. Hún bara trúði því að í alþjóðastjórnmálum væri Pútín besta honum fyrir heiminn. Hún trúði þessu. Já. Alveg, en hún var ekki að reyna að samfæra mig það, en hún var alveg saman hvort ég tryði og það kemur það sem þú mætti kannski kalla heilagur andi, þessi fyrð eða kyrð sem kemur með, sko, innri trú sem í jafnvægi. Þar sem þú trúir á það góða í sjálfu þér, það góða í samfélaginu þínu, þar sem þú ert að vinna í sjálfu þér og trúir að samfélagi sé að vinna líkur einn skuggahlið. Svo sko, ef við fjöllum þess út í samanburði með vestræna menningu, vestantjaldsmenningu, þá erum við svo upptekin af neyslu og því að það má ekki móðga tilfinningar okkar og svo týnd inn í multikulturalismanum. Og með fullri virðingu fyrir multikulturalisma, ég ekki búin að móta mér sko til mín afstöðu af því að við erum búin að missa sko, þú veist, skuggahlið samfélagsins hjá okkur, henni bara ítt til hliðar og við trúum því ekki að við getum leyst úr því, við trúum því ekki að elitan muni leysa úr því eða eins og viðurkenna það og þú veist, það allt bara svona, já, sópum þessu bara undir teppið og við erum bara reiði við þessu og förum að hlusta á Alex Jones, rantar, eða eitthvað. En ég að sjá svona smá mun á því að austan, rússafólkið, það hefur svona trú á sjálfur sér mátt svona megin, meðan vestræna fólkið bara í hlunandans. Já, reyndar finnst mér eitt vanta, við höfum kannski ekki rætt það svo mikið, en ég hef minnst á það, sko, að það sem best falið falið beint fyrir fram að nefið á manni. Já, við höfum ofta komið að þessu. Já, og það sem að hérna, þegar þú segir að ISIS smoke screen fyrir alvöru her, þá bara opnast þú lúa, sko. Sama það sem ég ætla að fara að segja núna, það Elysium dæmið. Sko, fólk virðist ekki vera meðvitað það og enginn að samsæringa fjölmiðlunum fjallar þetta, að það Elysium í gangi. Já. Sko, hérna, allt þetta stjórnmálafólk og allt þetta lið sem í elitinni, það með diplómatapassa sem þýðir að það gildi engin lög þetta fólk. Já. Og Gro Harlem Brundtland og Stoltenberg eru með international passa frá Sameinuðu þjóðunum. Og hérna, þannig að þeir gera þetta þannig, þeir fara eins og Stoltenberg og Brundtland voru stjórnmálamenn í Noregi, rændu þar og rupluðu öllu og svo bara hoppaðu frá borði og fá international passa. Sama með alla íslensku ræningjana, þeir eru ýmist að hlaupa út í gegnum dauðablekkingar eða út í diplómatalúguna, sko. Og þeir fá hérna, sko, þetta í raun svakalega mikilvægur vinkill, sko. Mér finnst það góð vinkill, ég má tengja þess 2 punkta í viðbót og það sem ég var að tala Já. Bara til að koma því út af borðinu vegna þess að ég að sjá þarna eitt svona smá spinn sem kannski gæti skipt máli ef einhver fattar það. Þetta var ég bara að bera saman sko sálarstyrk 2 menningarheima. Og ég að sjá það að menningarheimurinn þetta fyrir austan notar ákveðna aðferðafræði til þess að búa til styrk, innri styrk. Aðferðafræði sem fædd hjá fólki sem bjó í 70 ár undir Sovjet-hugsunarhætti. Og þeir eru að nota að mikilli snilld það besta úr vestrænum kapítalísku hagkerfi,
vestrænni nálgun og sinni gömlu nálgun. Þeir eru svolítið að gera svolítið nýja hluti þannig að þeir eru að taka svolítið að besta, þeir eru svolítið virðast hafa náð við hrun Sovétríkjanna smá introspection og þeir voru þarna undir Jeltsin í 10 ár og þeir náðu þarna ákveðnu introspection segja hvað erum við að gera vitlaust, hvað ætlum við að gera í málinu og hvað er að gera það. Rússar eru svolítið sniðugir nefnilega, bara rússnesk þjóðarsál og Putin hefur hafnað multikulturalisma, algjörlega. En á Vesturlöndum ekki þetta introspection, það má ekki þetta introspection þar, það bannað. Og það sem ég að tengja nefnilega 2 punktar hérna viðbót. Annars vegar, það sem Assad sagði, Assad snillingur, ég ber fáránlega virðingu fyrir þessum manni. Það ekki hægt að gangi í gegnum þann forgarð víti sem hann búinn að hrista af sér á 4-5 árum. Maðurinn að standa í afsöð, hann með allan heiminn á herðunum, og hann tekur þess að þvílíkri yfirvegun og fáum, og þegar þú horfir á viðtölina þá sérðu svo djúpa hugsun oft á bakvið og oft setta fram á mjög einfaldan hátt. Maðurinn tær snillingur, en það sem að hann segir í einu viðtalinu, you cannot fight war without people. Já, nákvæmlega. Það var í síðasta viðtalreitar, en það rétt. Já, ég sá þetta viðtali hjá hann bara einhvern veginn fyrra, hann þá bara að segja þetta oft. Já, það var að koma út splunkunýtt viðtal með hann núna, Endilega deildu því með mér. Ég svona smá Assad-aðdáandi í félum, Já, það á RT, ég held að ég hafi deilt því. Ég var að horfa á þarna sem hann var að tala við nokkra gjörnalistar frá RT. Já, ég horfði á það, Já, það var, já, ok. En hann sagði líka á öðrum stað, þetta var viðtali bara í fyrra, ég voru að horfa á nokkur viðtali við hann í fyrra og hann sagði líka, þú getur ekki haldið saman her árum saman ef að þú ert að beita hernum á sitt eigin fólk. Já. Og það sem að ég veit þetta, þú veist þetta, Assad veit þetta, meitlararnir vita þetta, þú veist, elitan veit þetta, þetta einföld sálfræði, þessar 2 punkta. Það þýðir að þeir vita alveg að með þessu lögregluofbeldi þá þeir á vissan hátt að söndra fólki. En það sem að, þetta bara punktur, en þá kemur 1 punktur í viðbót, hinn punkturinn sem ég ætlaði að bæta við. Ef þeir vita að þeirra styrkur orðinn of veikur fyrir komandi heimsátök, eða það virðist allir trúa því að séu komandi heimsátök í fæðingu. Það virðist eiginlega nánast allir vera saman það. Og ef þú veist að menningin sem að þú hvílir á hefur ekki lengur sálarstyrk, hvað gera meitlararnir? Þeir sundrina þess meira, búa svo til ástæðu til þess að samin en aftur. Alveg eins og þeir gerðu í síðari heimsstyrjöldinni, þeir gerðu nákvæmlega þetta sama mótið. Að þeir saminuðu fólk gegn einhverjum dímon sem að var lygi. Þeir saminuðu sundraðan skríl gegn einhverju, þú veist, án þess að búa til raunverulega hugsun. Ég veit ekki hvort þetta kemst til skila þannig. Jú, mjög vel. Og þessi nýja blekking heitir í dag ISIS og hún að misheppnast hjá þeim. Og það sem reyndar þetta getur líka dáið bara eins og Sovétríkin, það bara veggurinn datt niður og það bara gerist ekkert, Já. Og það eiginlega maður að vona að það gerist þannig, en plottið hjá þeim núna að láta Pólverja að drepa Svía og Svía að drepa Pólverja og Slóvana að drepa Amerikana og það plottið hjá þeim. Já. Og þú sérðu að það meira að minna bara núna á síðustu, ég man eftir í fyrra vetur, þá hafði fólk og mikið af íslenskum umskiptingum að tilbúnir að styrta hlandkotnum sínum yfir Putin. Þetta hefur hrunið niður síðan í vor. Já, eins og ég segi, að Sovétríkin þegar veggurinn hrundi og það allt saman, það var endir á sambúð, og núna verið að byrja nýja sambúð, Þannig nú nýja brumið allt í gangi ennþá. En Putin, það rétt hjá það, að eins og í Úkraínu, þá veit ég að öfl í Rússlandi hafa kritisera Putin mjög mikið hvað hann lét vitleysingarna drepa mikið á Rússum á svæðinu, Já. Hann var, þessi öfl, það ekkert hann þessi stjórnendur Rússlands voru mjög harðir á því að láta ekki egna sig, Já.
En það er bara og þeir eru í raun að vinna þetta stríð, það stendur allt stopp í Úkraínu. Þeir eru að vinna propagandastríði hérna á Vesturlöndum. Algjörlega. Og það sem að mun hrynja, sko, það ég held að það sé svo fáir sem áttast á því að þegar að NATO og CO hrynur, þá hrynur NATO og Sameinuðu þjóðirnar. Sameinuðu þjóðirnar verður bara... Sameinuðu þjóðirnar eru eftirlíking af Sovétríkjunum. Já, en betur Sameinuðu þjóðirnar eru, sko, núna eru þau búin að koma með svona resolution sem að þeir hafa tapað öllu trausti. Þeir komu með, já, við munum skoða stríðsglæpi í Ísraela og Palestínumanna, veist það bara, menn... Já, ég skil, en hugleitu að þetta var komið... Hrista hausinn, sko. Ég vil bara negla þetta af því að fyrst þetta kom upp í hausinn á mér, af því að ég er alltaf með á bakvið eira að Sovjetvöld dóttir. Þetta var bara að koma núna. Sovjetríkin eru United Nations eru eftirlíking af Sovjetríkjunum. Þetta eru tveir andstæðir pólar og það er stríð á milli þeirra í gangi. Já, en sko eins og ég vil bara henda punktinum út. Ég vil ekki dýpa þetta, sko. Nei, ég hef stundum sagt, sko, að flestir halda veggurinn hafi fallið frá vestri til austur, sko. Ég hef stundum sagt að hann féll í hináttina, sko. Já, hann var rifinn austan frá. Já, eða svona. Þá er ég að tala svona tákrænt, sko. Það er ekki alveg víst í hvor áttina fjalla, þegar sko Merkel er austur þjóðveri. Það er bara partur af samsæriskenningunni minni með Sovjetvöldóttir er að Sovjetríkin voru leyst upp. Þetta var alltaf verið taktík Rússa þegar ráðist er á þá að teima óvinnin sem lengst inn á steppurnar. Já, en svo þarf maður að skoða sambúð annarra þjóða, sko. Það er eins og sambúðin í Bandaríkjunum, sko. Hún er öll að leysast upp í vitleysu líka, sko. Sambúðin í Kína virðist að einhverju leyti ganga upp, sko. Þó ég er ekki að segja þetta sé eitthvað drauma sambúð, en hún virðist einhvern veginn hanga saman, sko. Og það er engin svona sundrungamerki í þeirri þjóð. Indland og Pakistan og þessi ríki, þau eru svona bara, þær sambúðir, sérstaklega Indland, þar eru náttúrulega búin að, þær virðast ganga mjög vel, sko. Já, við þurfum að skoða... Þá er ég ekki að segja að það séu einhverja frábæra sambúður, það virðist vera, sko, að það er ekki svona rosalegur alkoholismi og kóismi og allt stefni bara á næsta veg, heldur er einhver balans sem að virðist vera að virka, sko. Það eru, já, við vitum samt ekkert Indland. Ég var aðeins að byrja að skoða Indland tíma og þá var ég mest að skoða Arundhati Roy sem er virkur rithöfundur í Nýju Delí og political aktivisti og hún svona, þegar hún heldur ræður að finna vinsæl á Vesturlöndum og halda ræður og fyrirlestra og koma ráðstefnur, að hún er nefnilega hún er náttúrulega player eins og aðri. En hún fer svolítið, hún er svona góður punktur til að byrja indverska grúskið. Af því hún fer svolítið yfir víðan völl með margt. Það er nefnilega, ég ætla ekki að fara að lista það litla sem ég veit, en mér langar bara að benda á 1 punkt, 2 punkta með Indland. Indland er svolítið fókusað á Indland fyrir Indland. Já, reyndar hef ég heyrt kenningum það að Kína muni yfirtaka Indland af því að þeim vantar vatnið þaðan. Það er ekki líklegt. Nei, ég hef ekki heyrt neitt falla á upp það, ég heyrði þetta fyrir cirka 2 árum, sko. Bara kasta fram, en ég hef ekki séð neitt sem bendir til þess að það standi til, sko. Nei, þetta er, sko, þú þarft að skilja meira, það sem er grundvöllurinn í minni sína Kínverja, er að Kínverjar eru svo gamalt heimsveldi. Það er nefnilega gott að hugsa sálina. Sjáðu Ítali. Ítalir voru heimsveldi í 1500 ár. Og ef þú fer til Ítali í dag, þeir hafa engan áhuga neinum yfir á þeim. Mussolini hafði það, en það gekk ekki upp hjá honum. Því Ítalir höfðu engan áhuga að berjast. Þetta var bara ekki til lengur hjá þeim. Þeir voru búin að þvo þetta út. Það sem hverju hafa Ítalir áhuga, fjölskyldu og góðu mat. Farði til Íran, þeir voru heimsveldi í nokkur 100 ár. Persar. Þeir vita alveg hvað þeir vera heimsveldi. Hverju hafa Írar áhuga? Sterkri menningu í Íran. Punktur. Þeir eru ekki farið í stríð í mörg 100 ár. Og ég þarf að veðja að þú fer til Íran að það er æðislegur matur sem farið til Kína. Þeir eru búin að vera eins í hvað? 2500 ár.
Þeir hafa ekki verið í útrásarstefnu í 25 aldir og maturinn er æðislegur. Og svona getum við farið. Hann ekki eins góður í Kína eins og hann á kínversku veitingastöðum í Evrópu. Ok, ég hef ekki komið til Kína. Þetta bara svona einfalt módel að ég hef hort aðeins á, sko ef við skoðum ákveðin menningarsvæði sem hafa verið heimsveldi og þessi situr eftir sterk fjölskylduheild og frábær matur. Já, en þess vegna sérðu náttúrulega að þjóðfélagsverkfræðin og PSYOPin bara eins og gegn Íslandi að brjóta niður allar hefðir aftur í tíman og fjölskyldumunstrið, að brjóta fjölskyldunar alveg í rusl, sko. Já. Og stríð gegn karlmönnum og feðrum, sko. Já. Og ég sé þessa hugmynd mína sem að hún hefur ekki kannski fengið vængi ennþá, þess að ég hef. Hvað segir slitna að sjá okkur? Sjá það smátt og smátt betur. En varðandi Kína, einmitt eins og þetta með Indland. Hvað segir Kína? Það búið að ganga á svo mörgu að þetta gegn allstíðum. Og þetta er svo mikið af ólíkum hópum á báðum þessum svæðum. Þú veist, Kína mjög stórt menningaríki, það ekki bara ein menningar, eins með Indland. Og þetta fólk svona svolítið veit hvað skiptir máli og ekkert að, þú veist, Kína bara sáttu að vera Kína, Indland bara sáttu að vera Indland, en þeir vilja hins vegar standa fast á sínu og þeir átta sig á hvernig heimurinn virkar og Kína búið að vera náttúrulega undirbúa sig í 50 ár fyrir það að treysta sessin. Þeir ekki tilbúnir í nýtt ópíumstríð. Nei. Þeir ekki tilbúnir, sko, þeir vita til dæmis, sko, að þegar Japan að búta Kína í sundur á árunum 1925 til 37, í rauninni frá 1905 til 1945. Og á 40 árum Japan að reyna að ná tökum á Kína og gekk þrjusu vel. Það sko, Kínverjar ekkert reiður út í Japan fyrir það. Þú veist, það kemur stundum einhver svona síónistafréttir að einhverjir svona Kínverjar séu reiður út af fjöldamorðunum í Nanking. Kínverjar vita alveg að Japanir voru ekki með neinn fjöldamorð í Nanking, það lygi. En það var hins vegar mikið af hermönnum, kínverskum hermönnum, sem sagt undir forystu Chiang Kai-shek, voru drepnir í Nanking, en það sem fólk nennir ekki að lesa Wikipedia. Sko, það sem að þegar japanski innrásarherinn kemur þarna til Nanking, var ekki 35 held ég, man ekki ártalið, þá þeir að koma beint frá Shanghai og það sem að hershöfðinginn sem átti að sjá varnirnar í Nanking, hann ákvað að láta alla hermennina fara í borgaralegan klæðnað og berjast sem borgarar og láta þá filtra eins og vatnið inn í mannfjöldum. Þegar Japanir komu þarna þá áttu þeir ekkert annar kosta völ en að reyna að finna hermennina og afgreiða þá, sko. Og það urðu rosalega átök þarna sem var ákveðið PSYOP vegna þess að það sem Chiang Kai-shek græddi á þessu var að hann gat láta þetta líta út fyrir fjöldamorð og atrocities frá Japanum gegn Kínverjum. Japan nefnilega engir heimskingar. Ef þú labbar inn í, sko, ef þú ert 100 milljón manna þjóð og þú labbar inn í 1000 milljón manna þjóð og ætlar bara að drepa fólk til hægri og vinstri, þá endar þessi stóra þjóð að rísa upp gegnir og afgreiða þig. Já, en takt eftir einum punkti, við tengið það sem ég talaði áðan. Öll þessi ríki sem við erum að telja upp núna eru aðilar að Elysium samningum sem diplómatadæmið, sko. MacArthur var með, og það bara reyðast, af því ég var aðeins verið að byrja að tengja nokkra punkta með það sem ég kallaði Samurai Conspiracy. Og þetta einn af þeim punktum. Og ég svona, það svona stutt í þegar ég fer að sjá skýrari heildarmynd, því ég með ákveðin spurningamerki á borðinu, því það eins og til þess þetta, að á árunum 1943 til 1950 cirka bara nokkur ára tímabili, þá voru Bandaríkjamenn svona hægt og hljótt án þess að það færi neitt hátt það að búa til dialog á milli sín og Mao. Ég man ekki lengur í hvað bók þetta var sem ég las þetta, að það var sérstaklega á árunum 1943, 4, 5, 6 sem þetta var svolítið intense
á þeim tíma var ekki ljóst hvernig færi með Mao, hvort hann næði völdum og af því að hann var kommunisti og meira hallur undir Stalin á þeim tíma og svona, að þá voru menn ekkert vissir hvernig þetta höndla þennan fætur, sko. Því Mao var snillingur, þetta var mjög snjall maður. Og hann einn af fáum mönnum sem gátt verið bæði herforingi og stjórnmálaleiðtogi. Það ekkert öllum gefið, sko. Og það voru einhverja samskipti á það milli sem eru ekki alveg ljós. Og það þetta svona flókin saga sem að tækja mér svolítið tíma að útskýra, en málið að þegar Japan fellur 1945, þá voru gerðir samningar, það voru náttúrulega ákveðin landstjórn yfir Kína, yfir kínversku svæðinu. Og við megum ekki gleyma því að Japanir litu á Manchukuo sem sjálfstætt ríki og voru búin að vera í 30-40 ára að byggja sig upp þar. Og það veitir nú enginn hvað þeir ætluðu sér með innrásinni með stríðinu í Kína, hvað þeir voru að fara að gera. Vegna þess að þeir fóru ákveðið langt, þangað til þeir sá að þeir gátu tekið allt saman og þá stoppuðu þeir bara. Og voru bara með málamynda hersveitir þarna, meira minna bara til að halda Mao og Chiang Kai-shek í skefjum. En þeir voru ekkert í neinu alvöru stríði þarna, þeir bara voru stopp. Í lok 41 þegar ráðast á Indónesíu, þá voru þeir bara í 2-3 ár búin að vera bara í rólegheitunum með Kína í nánast sko bara í sumarfríi, sko. Já. En Kína var algjörlega opið fyrir þeim á þessu tíma. Og þeir voru basically búin að segja það, en þeir voru þá ekkert að reyna að leggja það undir sig. Það var eitthvað meiri gangi þarna sem við fáum ekkert að veita um. En 1945, þegar Japan fellur, þá gerir japanska yfirherstjórnin í Kína samkomulag við Chiang Kai-shek. Og hann fær yfirráð yfir öllum japanskum hersveitum og vopnabúnaði í Kína og hefur yfirráð yfir þessum búnaði til 49 þegar hann fellur, þegar Mao tekur völdin. Og þá bara fer hann bara í hvelli til Tævan og enginn skilur okkur Mao fór ekki á eftir honum á neldan. Sumir segja hafi verið af því hann tók allt gull með sér úr Peking, en það meikar ekki diff. Japanir voru búin að vera að stjórna Peking í 20 ár. Okkur voru Japanir að geyma gull í Peking? Meikar ekki sense. Does not compute. En ég ætla að benda þér og hlustendum á frelsitv.com vefsíðunum minni. Þar fyrsta frétt núna bókin mannlegt eignarhald, leiðbeiningar fyrir nýja skattabændur. Þetta eftir vin okkar Stefán Miljö. Hann gerir þetta skemmtilegt, humorist framsetning hjá hann svolítið. Og ég skora eiginlega á fólk að hlusta á þessa bók, hljóðbók. Það því að ef þið hlustið á þessa hljóðbók þá þessar samræður að fara fram í Elysium, upp í diplómata himninum, sko. Og það, sko, ef að þú tekur ekki diplómata dæmið inn í, þá muntu aldrei skilja plottið, eða skilja samhengið að Elysium fólkið sér lönd sem skattabíli og þegar eitthvað vesen byrjar í einna skattanílendunni að þá tala þeir saman í Elysium til þess að berja það niður, sko. En þeir kom alltaf síðan sem einhverju svona bjargvættir og þeir eru opaslega góði vinir lillamannsins, sko. Já, en má ég, af því þetta tengist svona óbeint, af því voru að tala með Elysium líka áðan. Já. Og ég veit ég svona, að fara aðeins svona smá hring í kringum smá fjöll, sko. Okay. Ég ætla það ekki að týna mér í því, en bara svona, svo fólk viti að ég sé að nákvæmna bakgrunnsögu fyrir það sem ég ætlaði raunverulega að segja, svo sé ákveðin bakgrunnur, þrívíti því að þegar Mao 49 tekur völdin, þá hann meira eða minna sko bakkaður upp á Sovétríkjunum. Í það bil 10 ár. Þetta 50, 10 ára seinni kringum 60, þá farið að stirna á milli hans og Sovétríkjana, en hann kominn með kjarnorku. Og
hvenær fyrir Nixon til Kína, það í kringum 71 eða 2, þá allt í einu verður svolítið viðsnúningur að Kína opnast aftur fyrir Bandaríkjunum. Munum það að 1890, sko 20 árum áður að það uppreisn í Kína, 1911 uppreisnin, að þá byrja Bandaríkjamenn að frumkvæði Rockefeller að teygja anga sína inn í Kína og þegar og Bandaríkin fara ekki að ögra Japan fyrir eftir 1935 þegar Japan byrjað að sölsa undir sig Kína og ýta Bandaríkjamönnum út úr Kína. Kyrrahafsstríðið virðist að miklu leyti og snúist yfir viðskipta íhlutun í Kína. Þú séð að Bandaríkin eru komin hérna í náin samskipti við innsta kjarna Mao, 5 árum áður en hann nær völdum. Og það eitthvað sem stoppar hann að hann fer ekki á eftir Chiang Kai-shek til Tævan. Það eitthvað lýja, það eitthvað ástæða fyrir að hann fór ekki á eftir. Og síðan hann láti hann í friði í 20 ár meðan hann byggir Kína upp og svo opnar hann það fyrir Vesturlöndum og þá fyrst og fremst Bandaríkjunum. Og þarna eitthvað flækja í gangi, eitthvað plott sem ekki alveg ljóst fyrir. Því að við sjáum til dæmis að Kína eftir síðan að Mao deyr, hvenær var það 1975, 68, ég man ekki 80, ég man ekki árið, að þá kemur fjórmenningaklíkan, hún þarna við völdi í nokkur ár og svo hrynur hún. Og við tekur einræðisríki, kommunistaríki, vel stýrt ríki, en það opnar fyrir viðskiptalífið, þetta svona kommunista kapitalista, eitthvað svona vega saltdæmi og þarna koma svo stór spurningamerki, stórar flækjur að maður veitir ekki, þeir eru að fara á heræfingar með Rússum og þeir eru líka að fara með heræfingar með Bandaríkjamönnum, þeir voru með heræfingar á Hawaii með Bandaríkjamönnum. Það eru til samningar á milli Kína og Bandaríkjanna það að ég rakst á þetta einhverju grein, ég á eftir að rekja það, en mér skilst að Kínverjar þurfi ekki vegabréfsáritun til þess að fara til Hawaii. Já. Hawaii sé opið fyrir Kínverjum á einhverjum ástæðum. Við erum líka með nýlega gerðan viðskiptasamningu í Kína. Já, þannig að við erum að sjá fullt af flækjum og þannig kemur nú aftur inn á bara þetta vídeó sem ég gerði í morgun meitlarana samsæringar í Bandaríkjunum, þeir eru bara að horfa á Washington, þeir eru ekki að segja okkur neitt af það sem er að gera þarna fyrir austan. Og það allt of mörg spurningamerki sem eru að poppa upp í hvers skipti sem ég verið að horfa á þarna. Þá kem ég að þessu eins og með þetta Elysium dæmi. Við vitum ekkert hvað þessi Elysium blekking, hvað hún nær djúpt. Við erum að sjá hérna, Rússar og Pútín, við erum að sjá hérna NATO-blokkina, bara svo ég segi þetta svo ég að byrja að sjá þetta, ég sé NATO-blokkina, ég sé rússnesku blokkina, ég sé kínversku blokkina og ég sé í NATO-blokkinu svona lítill sætur kvutti sem heitir síónista blokkin, því það svona þeir eiga svo mikið af peningunum, þeir sem eiga, hvernig ég orðaði þetta, eins og með að þú varst að tala eins og með Rothschild, ef að síónistaríkið bara rús, ef það bara blekking, ef það bara peð fyrir okkur að horfa á, meðan það eitthvað annað í gangi, þá sé ég alveg hvað auðvelt fyrir þá að fórna því. Það bara skýt létt fyrir þá að fórna því þegar þeim sýnist, það eitthvað bíll hérna, vonandi vatn ekki hundar. Það sé á við að, eins og þetta, ég get alveg keypt það að Rothschild sé bara komin heim til New York eða eitthvað. Þeir eru reyndar með höfuðstöðvar út allan heim, en maður sér ekki hvort Elysium sjáu bara, elitan í Peking, elitan í Moskvu, elitan í New York. Þetta ekki bara sami kapallinn að tefla fram mismunandi leikritum á borðinu fyrir okkur að fylgjast með. Ég reyndar með Elysium kenningu sem ég hef ekki sett fram með þá. Ég með þá kenningu að það sé landsvæði, eitthvað svæði þar sem svona bara paradís og þar kemur enginn nema fuglinn fljúgandi og það bannað að fljúga yfir þetta svæði og það algjörlega varið öllu utanaðkomandi og þar allir þessi bankamenn sem að hverfa og þetta fólk sem á að vera skotið og fólk sem og þeir sem fara út úr dauðarlúðnar og þetta lið sem að búið að vinna glæpaverkin og ná fengnum, þeir farið þarna bara og þarna bara paradís Já, ég á stóru leyti sammálaður, við höfum talað þetta áður, ég hef kallað þetta Sanadu
Já. Og þess vegna var ég að tala það í þessu vídeo á Jesse Ventura, hvar hann hálft 6 mánuði á ári, sko. Já, þeir eru á þessu svæði, sko. Já. Og en sko, eins og til dæmis Geir Haarde, hann vinnur gríðarlega glæpaverk gegn íslenskri þjóð og síðan fær hann bara diplóma til að passa, gjöra svo vel, Leinu minn. Nú þú yfir lögin hafinn og við gefum þér hérna okkar æðsta traust, sko. En það bara eins og ég var að fatta eftir ég gerði þetta debunk á stjórnarskrána daginn, sem var alveg óvart, því nú ég búin að lesa stjórnarskrána oft, ég búin að skrifa þetta oft og svo bara ger ég þetta óvart og ég fór að hugsa bara liðin okkur í dag og ég hugsa, heyrðu, býttu við, hver hinn raunverulega blekking? Hinn raunverulega blekking með stjórnarskrána. Og þá ég ekkert að tala til okkar, alveg eins og bandarísku eða eitthvað aðra. Hinn raunverulega blekking er að þetta samningur elitunar við skuggavaldið. Hvort sem það eru miklar eða eitthvað annað. Það ef þú skoðar samning stjórnarskránarinnar, að það sé elita sem að gera samning við eitthvað ósýnilegt entity. Sem diplomasíð. Já, og lítur á, sko, og frá þeim sjónarhóli sé þjóðin sagt þetta sé hennar samningur, en við sjáum að þjóðin hefur engan aðgang að þessu samningi. Ef við lítum bara þjóðina sem, þú veist, peningana í peningakörfunni, lömb bóndans, að þá allt í einu sjáum við að stjórnarskráin allt annað fyrirbæri. Þetta svona það sem hugamódeli sem ég farin að hafa og mér finnst það mjög skemmtilegur þessi fætingur sem ég á núna við þú veist að fá stjórnarskrána. Mér finnst þetta alveg svo fyndið vegna þess að sko, þegar þú gerðir þetta í fyrra og þú sagði mig frá þessu og þetta hefði verið stapp og þú heyrir að ég aldrei að spurja þig hvernig þú fórst að þessu eða hvað ég á að gera, ég bara gera þetta, ég bara gera þetta, þú veist, ég bara gera þetta. Að sko ég var byrjaður að skrifa stofnunum til hægri og vinstri það leyti sem ég gerði þjóðveldið og ég skrifaði það í endurins þjóðveldi, böggaði stjórnkerfið. Þú veist, ef þú færð ástæðu til að spyrja einhverja stofnun, hún skyldu til að svara þér, spurðu hana. Ef hún svaraði þér ekki, kærðu það til umboðsmanns Alþingis og venduðu bara á að gera þetta. Og þegar þú skrifaðir, baðst stjórnarskrána í fyrra, þá vakti það þennan. Þú veist, þá fór ég að hugsa þetta, já, þarna einmitt ein vindmylla til þess að ráðast á. Og ég að ráðast á hana núna. En varstu búin að fara yfir myndirnar sem ég sendi þér af stjórnarskráni? Bara lauslega. Ég er að rifja upp hvað ég setti þér, en það náttúrulega í innbóksinu mínu líka. Já, einmitt. En ég vinn svolítið með því að það alltaf smá hótun umboðsmaður Alþingis, sko. Ef þú sendir bara erindi þangað? Já. Ég með erindi núna, sko. En veistu hvað? Þetta svo fyndið. Og ég alveg búin að dokumenta allan að fyrir. Ég var að spá að gera vídeo helgina en þetta mál var ekki búið. En það eru konur svona skemmtilegi vinklar í þetta. Já, en ég hef ekki fengið, sko, ég spurði Héraðsdóm Reykjavíkur og Hæstarétt forsendur þess að dæma fólk fyrir brot gegn einhverju sem ekki til, sem heitir valdstjórnin. Já, það hlutur sem ég hef ekkert verið að spá. Ég náttúrulega að spá í líka ákveðna vinkla sem ég bara, þú veist, ég vil ekki tala núna. Já. En það sem svo merkilegt að ríkisborgari þurfa að hafa svo mikið fyrir þessu. En þess að ég talaði þetta í fyrra vídeónu mínu, eða vídeónu sem ég er búin að gera, ég á eftir að gera næsta vídeó þetta. Þar ég ítrekkað að biðja Þjóðskjalasafn svar við þessu, en þeir svara mér ekki, svara mér bara út í hag, senda mig til hingað og þangað. Núna er ég komin með skeyti frá Alþingi að þetta sé hjá Þjóðskjalasafni. Og ég er búin að senda fyrirspurn bara beint á forstjóra Þjóðskjalasafn þetta. Þetta náttúrulega bara svipað eins og að vera að reyna að fá bókhaldi hjá Ponzi fyrirtæki, hjá Bernie Madoff eða einhverjum. Já, þetta alveg stórmerkilegt að þetta sé svona viðkvæmt mál. Eins og ég segi, það hefur nú verið svolítið leikfim að fá eitthvað bókhald frá Bernie Madoff. Þú getur farið inn á vef Þjóðskjalasafns, þú farið í leit í gagnasafni og leitað í skjalasafni
og þú sérð að þetta fyrirbæri er til, en þú getur ekki niðurhalda því. Veitu, hvað í gangi? Halló. Þetta er samningur sem ég á að hafa aðild, mér er sagt að ég hafi aðild á þessum samningi og þetta er samningurinn sem allt lýðveldið hvílir ofan á. Allt er byggt út frá þessari rót. Þannig að þetta er alveg stórmerkilegt. Já, Ponzi-svindl byggir á lygi og þess vegna vilja þær ekki gefa bókhaldið sitt upp eða viðskiptaaðferðir eða hvað er í gangi. Það er bara svindli gengur og gengur og gengur, sko. Það er bara búm einn daginn, sko. Og þeir vita af þessum skrifum, þeir vita við erum að tala um þetta, þeir vita að ég er að skrifa um endurreist þjóðveldi, þeir vita að það er fleiri fólk að byrja að pæla í þessu. En sjá allir allt fólki sem að rændi Íslandi og nauðgaði þjóðinni, þú veist, hvar eru forstjórar Spron, hvar er allt þetta lið? Þetta lið er allt saman á Elísum, sko. Já, og þá kemur nú aftur og íslenski skattgreiðendur er að borga þeim ennþá 80 milljarða ári í vexti eða 90 milljarða og að borga upp höfustólinn eftir þá. Já. Og fólk er ekki einu svona að spurja, hvar eru þessi bankastjórar Spron? Ég segi bara aftur að sama áðan, okkur er enginn að setja færslur með hashtagi til þess að búa til rekjanlega þræði, okkur er þjóðin sjálf og þjóðin er ofspilt til þess að vakna til vitundar eigið vægi. En veistu, ég er með eina samsæriskenningu þetta, sem er þarna einn alþingismaður sem fór út dauðadirnar á flótta. Já, þú ert að meina Blöndal? Ég veit ekki hvernig ég er að tala um, þetta er kenning, mystísk kenning, að bankinn sem hann var í, sem að hét Kaupþingsbanki, hann var einna svæsnastur í að ræna fólki bara hábjartan dag og þar var þvílík glæpastarfsemi í gangi. Lífeyrissjóðirnir þar í séreign eða sameign eða hvernig eign sem voru bara tæmdir hvað eftir annað. Það var hlutabréfasvindl í gangi, sko, það sem var veðjað á eitthvað gengi og í lok dags eða var vinningur þá var bankinn sem fekk það, en ef það var tap var lífeyrissjóður sem satt uppi með það. Öll þessi svindl voru í gangi þarna og þessi maður hoppar út björgunarlúguna yfir til Elysium og og það er fórnað starfsmönnum á gólfi frá honum. Hvað er ekki 3 eða 4 sem er fórnað þar. Já. Ástæðan fyrir því að ég held að hann þurft að fara út lúguna er að þessir gaurar sem voru settir í fangelsi hafi ekki verið sáttir og hafi hótað að expósa hann, sko. Já, þetta er góð kenning. Þetta er góð kenning. Já. Vegna þess að þú ert líka vekja, sko, ég er búin að spyrja sjálf mig oft í sumar hversuna voru þessir 4 teknir. Af öllum sem hægt er að taka og öllu því sem hægt er að gera og fyrir fleiri spuna sem er í gangi. Já. Og þjóðin er að ræða þetta við bara kjósum Pírata. Veitu, hvað er það? Það er útibú frá Sameinuðu þjóðunum. Ég held að hlustendur okkur væru byrjaðir að taka við þessu samsæri og velta því, expósa því. Já, ég veist að nokkur hlustandi okkar mæta á kjörstað efer again, sko. Við erum farin að ná í fleira, sko. Já. En hvað erum við búin að vera lengi núna? 2 tíma, 3 eða 4? Já, klukkan er rétt 8. Ég þarf eiginlega að fara líka, sko. Já, ég líka. Hvenær byrjuðu við? Sko, við vorum báðir konur online með fyrir partinn milli 4 og 5. Já. Hún var eiginlega 5 þegar ég hljóp út með hundana, sko. Já, þannig við erum komið með 3-4 tíma. Já, eitthvað svona 2,5, 3. Já. Það er ekkert að marka fyrir þáttinn, hann var bara truflanir, sko. Já, ég læti hann standa samt, það var fullt að pæla í honum, sko. Já, það var svolítið verið að hæla mér að þeim tíma. Já, ég láti það standa, þú átt að skilja. Já, takk. En en það veldur mér ennþá áhyggjum þessar sviptinga ákvæði sem eru komin inn í lög, að það má taka fólk bara þegar einhverjum finnst þau geðveikir, sko. Og það verður væntanlega að fara með þá í niður sprautun, þannig að annarkvort verða drepnir með niður sprautun eða gerði meðundarlausir að eilífu. Það er glæpur gegn Guði að sprauta einhverju í þig gegn vilja þínum. Ekki samkvæmt hugmyndafræði snáksins.
Já, þetta glæpur gegn Guði, ég að segja þetta þannig. Já, froskonum það, sko. Já, þeir brjóta samt gegn Guði. Það synd sem er mjög stórt brot. Alveg saman hvort það bólusetning eða blóðgjöf eða eitthvað annar efni sem sprautað í þig gegn þínum viljum. Já. En það verður væntanlega, það verður pröfað aftur svona ebóluhóks eins og var í gangi í Oslo á síðasta ári. Já, sko, það einhver kyrrð í gangi núna, það allt spinni gal út af þessu refugee dæmum og það eru sífellt fleiri og ég svolítið fagnaði hvað eru margir út í samfélaginu að tala blekkingar á baku þetta. En sástu enska myndbandið mitt það, eða? Hvenær gerðir það? Í gær. Nei, ég er ekki búin að sjá neitt hjá þér, ég er ekki búin að horfa á þig í nokkra daga. Ég er búin að vera upptekinn í öðrum hlutum, sko. Ég sitt á skrópikladdan. Já, en ég ætla að skoða því í kvöld, sko. Já. Sérstaklega Skandinavíu. Ég er búin að vera að bíða eftir einmitt að koma eitthvað á Skandinavíu report. Ég hef svo mikla trú á því að það verði góður hlutir hjá þær í vetur. Já, þú sér að ég fekk á Gjörmann Wings síðasta myndbandi 4500 áhorf, sko. Já, það er mjög jákvæmt, sko. Nokkur slatti, sko. Sko. En en Frelsi TV með, sko, á milli 150-200 áhorf á dag, núna. Já. Það er vera með allan september mánuð, sko. En þú ert komin á þann stað með Frelsi TV, sko, að íslenska samfélagið það lítið og það svo margir á Íslandi sem að grúska að sko, ef fólk ekki byrjað að nota grúppuna og expósa það sem í gangi hérna heima, koma með kenningar, varpa þeim upp, nota hashtags, rekja fræðina, hvað ætla menn að hanga í nærhaldinu á Axel að læfi, sko. Já. Og má ég klára því að ég er búin að byrja tvisvar, bara fyrst að koma aftur upp í hausinn. Þetta með Bræðrabönd kemur út, minni mig 81-82. Og þetta alvöru bók. Þetta er bók sem virkilega fletti ofan af hlutum. Og hann fór, þegar þú skoðar þessa bók, þegar það kemur úr skoðarana, þá sérðu að liggur á bakveðan alveg gríðarlega rannsóknir. Og í þessu litla samfélagi, bara miðað við það að ég og þú erum að tala hluti og við svona áhyggjur af því hvað verið gert á okkur, þarna á Gaur fyrir 35 árum síðan að ná í alvöru upplýsingar, það var verulega fyrir því og upplýsingar sem var mjög erfitt að ná í. Og það enginn að reyna að gera eitthvað sambærilegt í dag. Það hefur ekki verið gert annað eins þrekvirki á Íslandi í 35 ár. Bíddu nú höfðu. Falið vald kemur út 2 árum fyrr. Ef þú skoðar Bræðrabönd, þú skoðar vinnuna sem hefur farið í hana, þá er mjög líklegt að hann hefur verið 10 ára að þessu. Þess vegna ég stingu upp á, falið vald var skrifað til að yfirskikja Bræðrabönd og fela hana. Já, mjög líklega rétt matjóður. Og mér finnst, ég bara hvet fólk til þess að segja, heyrðu, hætt að rífast það hvort chemtrails þarna ekki, það þarna, en þú veist, það ekki það sem að þú veist, ef að svarta slímið skrúbbað í burtu, þá hverfur chemtrails. Það afleiðing af svarta slíminu, það eins og lítil gufa frá pottinu. Já. Við erum ekki, þú veist, við erum, sko, tími leiðtoga liðinn. Þú veist, tíminn þess að bíða eftir því hvort Guðjón komi með eitthvað, eða Axel komi með eitthvað, eða hvort Sturla gera eitthvað, sá tími liðinn. Við erum bara 2 kallar að lýsa þeim heimi sem við höldum að við sjáum. En farið þið að taka þátt í að gera eitthvað. Þú veist, komið út á fótboltavöllin, til þessi fótboltin að sparkja. Eða taka þátt í að gera ekki neitt, eins og að kjósa ekki. Já, ég meina, þú veist, það Eða taka þátt í að borga ekki. Já, ég meina, við erum að tala að búa til aðgerð sem að við ætlum að byrja á að rannsaka hluti og byrja að opna til virðingafulla gagnkvæma samræðu. Já, en fólk nú farið að mæta hérna á vídeófundi reglulega og það nú jákvætt, sko. Það eru góður hlutir. Það eru góður hlutir að gerast, sko, en það þarf, þú veist, slímið skipulagt, sko. Við þurfum að vera... Þú sást þarna þegar að spinnið með þetta Ísraels bækott var sem hæðst. Já. Þá fóru ég inn á miðlana, Vísi og DFF og það var að byrja sko að segja að þetta gyðingahattur. Þá sagði ég, þetta sniðganga á gyðingum? Ég meina það stendur ekkert á móti að vesla við gyðingi í New York eða London eða eitthvað. Og þá kom, já þetta rasísk aðgerð. Ég sagði, er Ísrael rasi? Hvaða rasi það á Ísrael? Já. Og svo komu bara því líka hugar leikfimarinn að tengja þetta allt saman. Að Ísrael
yfirlýst gyðingaríki og gyðingar eru kynþáttur og þess vegna sniðgang á vörum frá Ísrael rasískt gyðingahattur. Já, Golem kaupa svona, sko. Já. Ég hef verið að láta það var fullt af liði sem að tóku þetta upp. Þú sást allstaðar á miðlunum að menn tóku þetta upp. Og menn voru að segja bara, menn svöruðu allstaðar aðrir, sko, að fullt af fólki sem svaraði bara, það var enginn að sitja að tala neitt gyðinga eða sitja neitt boykott á gyðinga. Það bara ekki þannig. Mér finnst, sko, ég hef ekki verið að taka eftir hvað þú verið að gera, en ég hef verið aðeins að gera þetta á MBL á Facebooku, þar sem að ég sé ykkur að þeir koma ykkur svona fréttir, þá að við komum með komment. En ég hef reynt að fókusa á að segja bara að gyðingar eru gott fólk og þetta síónasist áraður og þeir hafa ekkert með gyðinga að gera. Og ég fengi talsvert af sko viðurkenningu á þetta og annað. Þannig það sem ég á við ekki hvort ég er að fá viðurkenningu heldur, það sem ég á við það fullt af fólki út í samfélaginu sem veit að Ísrael hefur ekkert að gera með gyðinga. Það fullt af fólki sem veit þetta. Að gyðingar eru trúarbrögð, þetta eru fólk sem trúir á sína trú og hefur ekkert með Ísrael að gera. Síónistar, það vildi þannig til að þeir voru af gyðinglegum ættum, þetta fullt af fólki í samfélaginu okkar að gera eitthvað en eiga foreldra af kristilegum ættum. Það fullt af fólki gott þetta. Já, svo líka rennur þetta einhvern veginn í gegn, sko, að fólk hérna, það kemur eitthvað frétt á boykott á Ísrael, sko, svo kemur bara eitthvað, þetta gyðingahattur að gera þetta og fólk bara, ok. Nei. Og það næri ekki að spyrna við einhvern veginn, sko, Ísrael ekki gyðingur það. Akkurat. En hérna, þetta frábært, það komu töluvert að góðum punktum núna eða perlum eins og venjulega. Ok, gott. Það búið að vera svolítið traffík hérna inn og út hjá okkur, sko. Náttúrulega þetta ár. Og hérna, ég ætla að stefna því einhvern tímann að gera líka þáttinn með hérna Þórdísi. Hvað stendur fyrir hjá þér? Það gyðja líka sem heitir Hvaðan kemur hún? Ég misti af, sko, það slitnaði nefnilega sambandið hjá okkur síðustu andartökin, sko. Já, ok. En sem sagt gyðja lækningar? Hjá okkur? Lækningagyðjan í norrænni goðafræði. Já, sæll. Ok, ég vissi þetta ekki. Nei, hún valdi það svolítið sjálf, sko. Eða svona, ég vildi hafa gyðjunafn, sko. Já. Og við fórum í gegnum nokkuð nöfn, Veritas, Freyja, eitthvað 2-3 önnur, sko. Og svolítið spennandi, sko. Já, minnst þetta cool. Sérstaklega því ég vissi ekki að þessi gyðja var til. Já, og mér vantar viðtengingu, sko, eins og hérna erum við með djúpköfuna því við vorum svo djúpir, sko. Já. Þá vantar með eitthvað flæði við flóð eða fljóð eða vantar eitthvað tengingu, sko. Þannig að það að malla, sko. Það kemur. En það orðið svolítið áhyggju efni hvað þetta hangout bókað. Er þetta meitlarnir? Þetta annarkvort meitlarnir eða kettlingarnir. Nei, þetta bara fólk sem að skoða þetta. Já. Við erum áður svo paranoid, sko. Það áhyggjuefni hvaðan. Nei, ég man ekki hvað ætla að segja. Er þetta ekki komið gott bara? Ég orðinn svolítið þreyttur bara líka. Jú, ég að fara að sinna hlutum og svona. Já. Og hérna. En ég hveti áfram til þetta vídeo. Já, ég að reyna að hætta þig. Já, ég veit það. Reyndar styðja það að þú hættir það því að þú kemur alltaf svo fesku tilbaka. Þetta orðið ágætt, sko. Hættu sem oftast, sko. Já, ég meina ég fara, líf mitt bara snýst það að velja einhverjum kofa viðra hundana og koma með einhver skrítin vídeo. Þetta bara hundlegilegt, sko. Já. Þetta safnast upp, sko. Þarna er langt legacy, sko. Þetta bara
fullt af energísi fyrir þetta, ég sé ekki að þetta breytir neinu og ég ekki að fá neitt út úr þessu og ég nú hundleiður og vera svona skrítin kall í einhverjum kofa upp á fjallleiði og allt. Eins og ég sagði einhvers staðar, I'm not even getting laid out through this. En það nú bara svona mýta, sko. Ég hef engan áhuga bara, þú veist, þetta er bara að pirra mig, þetta ástand. Ég hef ekki áhuga á þessu lengur. Ég bara virkilega hef ekki lengur áhuga á þessu. Vegna þess að ég sé líka ástand menningarinnar, ég sé sturlunina, ég sé spillinguna, ég sé forheimskunina, ég sé steinruna hugsun og ég sé að það ekkert sem að ég get sagt sem að getur haft neina áhrif á þetta dót þarna úti. Svo ég bara elska góðan mat og lifa bara góðu lífi og eitthvað, fór á góða bíómyndir og eitthvað. Já, bara fara eins og hérna gaurinn í Matrix sem vildi fara inn aftur. Kannski ekki þannig, við erum svo Birtingur, þegar Birtingur var búin að fara allan heiminn að elta hana töfradísna sína og komin heim aftur og þá kosti hana því að það bara maður bara rækta garðinn sinn. Já, einmitt. Bara, þú veist, við bara... Nei, þú er náttúrulega velur fyrir þig, það er bara þannig. Já, fólk má bara, þú veist, fara og leita sér að einhverjum pappirsloftbelg og elta chemtrailin sín. Það er bara fínt, sko. Bara, þú veist, have fun. Og hlusta á Alex Jones. Já, þú er bara góð afþreying. Já, og see the truth. Sannleikurinn er hilming á raunveruleikanum. I do not want your truths. En við sjáum hvernig þetta þróast hjá þér, allavega ertu að gera góða hluti og ég meina, náttúrulega ef þú ætlar að fara að einbeita þér ykkur öðru, eins og ég er búin að reyna því allt sumar að ná að snúa skipinu. Já, ég ætla hugsanlega að starta aftur Super Jesus pælingunni og vera með predikunaformið helst einu sinni í viku, sko. Já. Og líka ákveð, sko, í kirkjuforminu er ákveðin svona andlega lækningar, sko. Eins og þú sé Stefán Miljunu, hann er svolítið að tala við fólk, sko, sem er í einhverjum vandamálum eða með spurningar. Já. En ég bara hins vegar, Guð hjálpi mér að ég hef ekki orku eða tími það akkurat núna, sko. Já, ég er ekkert þarna, sko. Nei. En ég ætlaði að setja saman nýjan þátt líka sem að myndi heita Frasarnir. Og það ætlaði að bjóða stjórnmálamönnum að koma í viðtal. Ef þið þora. Nei, ég meina þess að ég er segið, búin að vera reynið í allt sumar að reyna bara að segja, heyrðu, veist ég nenni þess ekki lengur. Nei. Svona spiritualaktivism og ég er bara, þú veist, það sem segja þar getur enginn sagt. Nei, veit. En þú velur fyrir þig. Já, það bara, ég gerir vídeó þetta. Einmitt. En þakka þér fyrir komin í kvöld, félagi. Takk fyrir mig og blessi þig og þínu. Og bið að heilsa hundunum þínum og nær umhverfið þínu. Fjölskyldu þinni. Segið það. Ok, Karl. Ok, bye. Bye. Já, ég þakka ykkur fyrir komuna og vona að hafi haft gaman af þessum truflaða þætti. Og hafi fengið einhverja perlur upp úr djúpinu. Ég vil endilega minna ykkur á að styrkja mig og Guðjón ef að þið hafið tök á því. Við erum báðir með PayPal og einhverja svona leiðir til þess að gauka að okkur góðgæðinu og svo náttúrulega dreifa myndböndunum okkar sem víðast. Og ég þakka ykkur fyrir. Ég verð í fullri vinnu í næstu viku en það verður hugsanlega einhver orka á kvöldin því ég er á venjulegri dagvinnu núna. En við sjáum til. Takk fyrir og bless.